öll hjartalega velkomin Velkomin í 8. þátt. 18. Okkar áhugavalda. Ok, Ari. Heyrðu, við erum komin aftur eftir 2 vikna pásu. Já. Pjásu, 2 vikna pjásu. 2 vikna pjásu. Við erum mættust. Við erum helpepp, hress og kátt. Mættust helpepp og hress og kátt. Og við erum með gest í dag. Halló. Rosa fallega mann sem situr á móti mér. Það er the man, the myth, the legend, Gunnar. John Lennon. Mikið rétt. Kærasti minn, nei, unnustu minn. Gunnustu minn? Já. Þú ert gunnustu minn. Við erum alveg low-key kæristupar. Eða, sko, þrúluföð og allt svoleiði, sko. Alltaf, hvað segir Gunnar? Bara gott. Það ekki gaman að vera gestur? Jú, það er mjög skemmtilegt að fá að vera gestur. Pældi við heitir gestur. Þá væri ég alltaf gestur, já. Við þurfum eiginlega að finna einhver gest. Við þurfum að finna einhver gest að vera gest. Það var reyndar mjög fyndið. Það var low-key sleið, sko. Gesturinn er komin. Gesturinn í dag er gestur. Ok, náttúrulega. En hérna, hvað segir? Er eitthvað að frétta síðustu 2 vikurnar? Eitthvað búið að gerast, eitthvað skemmtilegt? Nei. Jú, fór að móta sig. Gunnar, Gunnar fór með. Ég fór með á Akureyri en ekki á Odyssey. Ekki á myndina sem ég pínu sári yfir, sko. Svo góð. Já, ég er mjög sári að hafa ekki farið í bíó í mannþröngina sem bíó er. Þetta er líka uppáhalds genre af bíómyndum. Bara augljóslega, bara elska. Og Ludvig Gunnarsson var að gera tónlistina, sko. Talaðu tónlist, ég var að gefa út lag. Já. Ég og Frikki, elsti bróður okkar, vorum að gefa út lag. Það er banger, þú ég sé sjálf frá. Bara hlustið á það heitir Svartur Transam. Svartur Transam. Það er á Spotify og öllum öðrum helstu veitum. Já, YouTube líka. Allir að fara að hlusta. Hvað segir þetta sem banger? Þetta er banger, sko. Algjör banger. Við erum sungið. Er þetta ekki banger það? Þetta er banger. Nei, bara en að fiska smá eftir rósum á og hvað þetta geggja lag. Já, Anna, indislegt, frábært, velgert. Takk Þú er besta manneskjan á Íslandi. Wow, yes! Þú varst reyndar svo góð að syngja, þannig að ég róðna maður. Maður gleymir stundum að það er að segja þér það, sko. Ég látt ekki saman. Þú átt að vita það, sko. Þetta var mikið, skilur. Þetta fór úr því að vera bara eitthvað, ég ætla ekki að segja eitthvað. Yfir í það að vera bara, ok, nú er bara að segja mikið, stopp. En já, svo var náttúrulega Húnavaka helgina, Blönduósi. Já. Ég fór ekkert á hana, sko. Nei, ekki heldur, við bara. Ég fór á tónleika. Já. 2 tónleika. Þenna. Ég spilaði reyndar á einum tónleikum. Já. Og svo fór ég á orgeltónleika með Eyþóri. Já, sleið. Það var geggjað. Ég hef aldrei farið á orgeltónleika áður og þetta var bara svo mikil svona skemmtileg upplifun. Já. Orgeltónleika. Eina leiðilega við það að bekkirnir snúa öfugt með hvar hann er. Já, ég skil það þetta. Maður situr og horfir einhvern veginn á altarið sem er tómt og hlustar á tónlistina sem hann er að spila. Já, náttúrulega, hann situr við hliðina. Þetta er svolítið skrítin uppsetning á kirkju. Já, en þú veist, en mig langar svo að sjá hann spila þetta. Þetta er svo, þú veist, maður gæti alveg sest eitthvað það sem maður sér hann, skilur, en þetta er bara svo, þetta er svo epic dæmi sem hann er að gera. Ef við myndum sittast aftast, þá getur við séð, við erum semst að tala Blönduóskirkjuna, það sem orgelið er sko fáránleg uppsetning, við hliðin á bekkjónum. En þetta, þú veist, þetta er frekar svona algengt, orgelleikarinn er yfirleitt einhvern veginn snýr öfugt með að við, og er alltaf bak við einhvern veginn. Hann hefur spilað oft í Hallgrímskirkju, eða ekki? Jú. Við höfum bara að gefa feitt sjátt á Eyþór, organistan hérna á Blönduósi. Hann er náttúrulega bara eitthvað annar level góður. Það var sérstaklega eitt lag minnir að hafa Max Reich eða eitthvað svoleiðis sem var bara eitthvað, þú veist, þetta var eitthvað þýst, eða? Já, þetta var svona, hann talaði að þetta væri svona kannski svolítið mikið fyrir einhverja sem var að hlusta, þannig að hann var með viðvörun, sko, að þetta var alveg svo epic, sko, þetta var svona klessandi hljómar og svona. Ég hef verið til í að heyra það. Eins og heyri, þá var Gunnar að áhugavald ykkur orgeltónlist. Þetta var skemmtileg upplifun, sko. Ég hef aldrei farið á svona tónleika áður en kirkjutónleika. Orgeltónleika. Orgelkirkjutónleika. Já, ég meina, þú veist. Ég er búin að vera ætla að fara mjög lengi. Ég fíla það, sko. Ég fór persónulega ekki á Húnavöku. Svo erfitt að Mér langaði frekar að fara í bíó á bara einhverja mynd. Ég er búin að bíða til þess að mynd í fucking 2 ára eitthvað, sko. Vá, vel gert. Ég flúði bara í sveitina. Sko, bara vel gert að fara á hana. Þú sagði reyndar að vera tekin upp með einhverju crazy dæmi. IMAX, alveg IMAX myndavel. Ég veit svo hvort að tala um. Já, maður getur bara tekið upp í, þú veist, 3 eða 4 mínútur eða eitthvað. Vá, ok. Af því að hún er svo, þú veist, af því að þetta er allt tekið upp á filmu, þannig að þetta er eitthvað weird dæmi, sko. Og hvernig var að horfa á þetta? Þetta var bara einn besta mynd sem ég séð, sko. Súla, Ekki besta Kristoffer Nolan mynd sem ég séð reyndar, en hún var mjög góð, sko.
Mér finnst bæði leiðilegt að missa bíóinu og leiðilegt að missa hún og eitthvað svo erfitt að þurfa að flýja sveitina til mamma og pappa þegar það er svo mikið af fólki að blönda sig og já, mjög erfitt. Mjög leiðilegt. Ég nýtti helgina í að sko þrífa gestahúsið með mömmu og catch up í Love Island og vitið hvað? Love Island, ég elska Love Island en ég er búin að komast að því að það pirrar mig alveg lóki að því að kossaljóðin, þau eru svo böggandi. Ég þarf alltaf að skippa yfir þegar þau kissast af því það er svo mikið Ég stundum að horfa á eitthvað í sjónvarpinu frammi og Anna er hérna inn í rúmi að horfa á Love Island og það bara eins og eitthvað porn eða? Nei. Sko það er eiginlega þannig að sko, stundum kemur bara svona eitthvað svona kúunarhljóð bara út úr hefðinu þá er Anna að kúast yfir þessum kossahljóðum það er bara Ég ætla að meina bara Nei, það er enda ekkert sínt frá því í Love Island en ég meina, þú veist, við Gunnar sko, gætum ekki verið með ólíkari smekk á sjónvarpsefni þannig að hann er kannski fram að horfa á eitthvað svona medieval witcher horseporn drasl, skilur þú veist, og ég er inn í herbergi að horfa á Love Island og ég var að klára einmitt geggið að þetta er Róm þetta, en ég horfa á Love Island en þú veist, ég bara kúast reglulega því það heyrir svo hátt í kossalhjónum Akkur mjúta þau ekki mækana þú veist, þegar það eru kossalhjón, þetta er eina sem ég get sett út á Love Island Já, maður hefði haldið að þau getur kannski samt fólk sem fílar kossahljóð Já, ég bara, mér finnst þetta ógeðslegt kannski er einhver sem bara fær unað af því Já, bara Það er einhver að runga sig í svona þáttum, sko Nei, það getur ekki verið Já, alveg 100% sko Já, ef þið heyrið í ól og einhverju þá er Loppi hérna hjá okkur í stúdíónu Já Við erum báðir eigendurnar sér í stúdíónu hann hefði ekki verið mjög spenntur Ég held að hann hefði staðið út og gelt Hann hefði staðið út og gelt á okkur, sko Hann vill vera hjá okkur Já, já Má ég samt segja ykkur eitt For you page mitt á TikTok Það er búin að vera fullt af einhverju svona loðnum mygluostum Loðnum mygluostum? Já, það var gæi að hreinsa hringlóttan loðin mygluost í vaski á For you page minni Var ekki bara Gunnar það? Ég hugsaði bara eitthvað Þú veist, þetta er ekki sem Gunnar myndi í þetta Ok, ég hef alveg staðið með að því ef ég er með góðan parmesanost í ískapnum og það er mygla á honum, svona græn Ekki, sko, ég sker það í burtu Já, en það er myglan næstan komin inn í allan osti það þýðir ekki að skera bara í burtu sko. En samt ef hann er mjög mikið svona myglaður þá náttúrulega hendi ég honum sko. Já En það er svo sorglegt að henda svona osti Ef ég sé mygla osti þá hendi ég honum sko. Já, ég bara, minnst ostu bara ógeð nema sé bráðinn á Hvað pizzu ertu að segja? Nefnst ostur, bara ef hann er viðbjóður ef hann er ekki bráðinn á pizzu eða eitthvað skilur ég bara, oi En þegar ég horfði á hann gæði, hann var með svona hjól, svona ostahjól og það var komið svona bara hárug mygla og hann var að þrífa af segast loðið af ostinum og svo sett hann eitthvað svona drast inn í ostin og dró út ostin og ég var bara eitthvað, hann var blár á litin sko, ég er ekki að djóka þú veist, fólk sem étur þetta það þarf aldrei að fara sýklulyf Það er einhver svona sérstakur mygluostur sem ábóla eins og það er bara sýklulyf Já, það er alveg penicillin í þessu sko. Ég veit bara ekki hvað það er fólk til að éta þetta sko, ég er bara með sýkingu eða eitthvað Já. En já, ég var bara að segja þetta því ég fekk svo mikið viðbjóður sko, það voru 200 búðum sem ég fór í Ítalíu það voru mjög mikið af trufflubúðum sem þú hefðir elskað ég hefði hata trufflusvepp trufflusveppabúðir mesta lykt known to man svona litla búðir sem voru bara með endalaust af vörum með trufflum það er trufflu ostar trufflu krukkur já, búið að setja þetta bara í allt já, bara þú veist, þetta er bara svona bara pesto sem er búið til svona svipa á pesto og ég var reynda til að smaka það og svo var einmitt ostabúðir það var eiginlega verri lykt samt þú veist, trufflulykt finnst mér góð, ekki góð en þú veist, af því að trufflunar eru góðar þá eru það bara þú veist svona, eitthvað svona næs við það en ostabúðirnar voru það var hryllilegt að fara þannig inn sko. Var þetta bara svona svo lykt að þú veist voru 80 manns búin að kamma í einu bara í glas en það verra, skilur við hvað er þetta að segja? Nei, ég bara er ekkert góð lykt af því, skilur við Örglega hvað er þetta að segja? Nei, ég er að segja þú sagðir eitthvað þú sagðir eitthvað daginn þegar þú varst að fara í sturtu og þegar Kristín frænka var að koma í heimsókn og þú sagðist alltaf að fara í sturtu og þú af þér eitthvað fílu, ég man ekki hvað þú sagðir en það var viðbjóður Nei, Kristín frænka, besta mín, elska hana, sjáta þetta hana hún var að koma í heimsókn og ég var bara eitthvað, oh my god, ég verð að fara í sturtu ég lykta eins og sveittur sín fiskur ég gæti ekki fara að láta hana sveittur sín fiskur what the fuck ég var ekki að fara að knúsa hana hæja sko Kristín mín, bara lykta eins og sveittur sín fisk þú veist, þegar maður er búin að vera að kannski
og svitna skilurðu. Sveittu síðan Já, var svona búin að vera að þrífa með mömmu í sko 19 fucking stiga hita, vera að deyja, ógeðslega motherfucking sveitt. Svo maður með, þú veist, svitafílu og píkufílu og alls konar fílur bara, þú veist, maður þarf að sturta þetta sér. Allar fílur apparently. Allar fílurnar, þú veist, maður bara, þá var ég ekki kvöldsturtu kona, sko. Þá þurfti ég að fara í sturtu að deyja til. Já, þú fékkst bara kalda sturtu, það ekki? Heyrðu, ég hefði alveg geta bara farið í ég hefði geta baða mig í fokkin Jökulsárlóni. Sko Ari, ég er með bíf. Þú og Egill voru búnir að fyrir sturtu á undan mér. Þið voru búnir með heita vatnið. Ég samt var ekki eitthvað lengi sturtu. En þið voru að vaska upp líka bara með heitu vatni. Þú veist, þið vaska upp bara með heitusta vatninu, skilur við. Maður á að gera það. Nei, maður getur alveg nota voltvatn. Anyways, moral of the story. Í sveitinni þá er bara svona vasstankur, skilur. Það er ekki svona hitaveita sem að endalaust að heita vatni. Þannig þeir voru búnir með vatnið. Þannig ég fór bara í sturtu, ég má fokkin bara ísköld, ég þurfti bara að Wim Hoffa mig í gegnum fokkin sturtuna. Wim Hof? Bara, no joke, þetta var crazy. Ég hefði ekkert að baða mig bara í Jökulsárlóni, ég var alveg brjáluð, en það var alltaf leið, mér var alveg svolítið heitt, en það var alltaf leið. Strákar, áður við fyrir mig áhugaverða staðreyndir, þá gleður mig og okkur að segja frá því að við erum komið með okkar fyrsta samstarfsaðila. Já. Það er ekki ég. Nei, þú ert bara gestur, sko. Já, Gunnar gaf okkur 5.000 skall það. Gunnar gaf okkur 5.000 skall. Nei, heyrðu, við erum komið með okkar fyrsta samstæðsaðila. Þannig þessi þáttur í dag er í boði Domus fasteignasölu. Domus fasteignasala sér sölu á fasteignum hérna á norðvesturlandinu. Blönduósi og Húnabyggð, Hvammstanga, Skagaströnd, Sauðárkrók. Og þeir eru núna líka byrjaðir með fasteignir á höfuðborgarsvæðinu. Sko, ég er alltaf að reyna að ýta fólki að flytja hinga og Kostadel blöð, sko, því að þetta er besti staður Íslands, fattiði mig. En ef þið er að pæli að flytja Kostadel blöð, þá farið bara inn á domus.is og tjekki þar. Það er alltaf sól í Húnabyggð. Það er alltaf sól í Húnabyggð. En ef þið viljið alltaf halda ykkur fyrir sunnan í höfuðborginni, þá er nóg úrval í boðið þar líka. Já. En ég allavega mæli eindregið og persónulega með þessari fasteignasölu. Ég myndi aldrei mæla með neinum að hafa persónulega reynslu af því. En við Gunnar, við keyptum okkar fyrstu eign í gegnum Domus. Þetta hús sem við erum í akkurat núna. Já. Og ég verð bara að segja að þeir eru ótrúlega faglegir, þeir eru vinalegir, þeir eru hjálpsamir, þeir eru til staðar bókstaflega allt ferlið og þeir eru tilbúinir að útskýra allt þetta sem maður lærði aldrei, fattur mig. Og það er allt fyrir maður að gera, þannig að... Allt sem maður átt að læra í skóla en lærði aldrei. Já, þannig að þeir hjálpa okkur í gegnum það. En já, þannig bara hvort sem þeir eru að spá í að selja fasteign eða kaupa fasteign eða bara fá verðmat, þá mælum við með því að fara inn á domus.is domus.is og skoða þjónustuna þeirra. Sko þeirra sjálfsögðu bæði taka mjög góðar myndir og vanda sig virkilega við að setja góðar upplýsingar við hverja eign. Svo fyrir bæði kaupendur og seljendur þá myndi ég segja að þeir eru bara fremstir í þessu fæði, sko. Myndi segja það. Þeir allavega sáu til þess að ég misti ekki geðheilsuna við að kaupa þetta hús. Akkurát. Það er bara mjög næs. Sko, ef það var ekki fyrir þá hefði við mist geðheilsuna við Gunnar, af því að þetta er alveg fokki flókið shit, sko. Við hefum sennilega ekki keypt neitt nema út af því. Við hefum örgulega ekki keypt neitt nema það hefði verið fyrir þá. Þannig að við bara mælum eindreið með þeim og endilega tjekkja þessu og við erum ógeðslega glöð að vera að koma með fyrsta samstæðstæðilan okkar. Já, sem sagt, takk, domus.is, domusfasteignasala. Domusfasteignasala, domus.is. En ok, áhugaverðar staðreyndir, hver vill byrja? Byrja þú bara? Og ég byrja? Ég er búin að vera að jappa inn í klukkutíma, skilur við. Bara heldur þetta ég áfram. Ok, ég skal byrja. Fyrst áhugaverðar staðreyndir mín. Höfrungar sofa með annað augað opið. One eye open when I'm sleepy. One eye. Þeir hvíla aðeins annað heilahvelið í einu á meðan hitt heilahvelið helst vakandi. Vá, hvað þá geta þeir sofið, ég veit það, en þá geta þeir sko sofið en á sama tíma verið á varbergi, þú veist, á meðan hægra sefur þá er vinstra á varbergi. Já, þannig að þú veist. Það er advanced. Ok, og þetta var fyrst áhugaverð staðreyndir mín, finnst ykkur þetta ekki? Flóstaðarind. Þetta var Var þetta ekki áhugavert? Jú. Ég verið til í að vera svona, geta bara verið á varbergi á meðan ég sef. Já. Af hverju? Þú veist, maður veit að segja. En maður pælir í því líka, hvað er fáránlegt að við erum bara unconscious þegar við sofum. Við erum bara bókstaflega meðvitaðlaus. Já, en maður vaknar þegar maður heyrir eitthvað hátt hljóð. Já, en maður þarf samt svona completely að treysta umhverfinu sínu bara til þess að geta sofið, sko. Við erum bara meðvitaðlaus og líka bara, er maður ekki alveg semi-paralyzed þegar maður er sofandi? Þú veist, mann segir bara í hvíld og eitthvað. Þetta er ekki alveg samt. Ég er svo gáfuð. Það er einhver vísindi við þetta, sko. Þetta er náttúrulega því, sko, ástæðan af hverju við getum vaknað upp úr svefn við, sko, hljóð og hættur og svona er að því á steinöldinu og þetta þá náttúrulega þurfti maður alltaf að vera á varbergi fyrir praise. Já, það er alltaf eitthvað að reyna að veiða mann, sko. Já, það er rétt. True. Það er mandlan í hausnum okkar, Ari, sem við töluðum þarna. Hann er Alex Honnold, gæinn. Já, hann. Mandlan. Já, þetta var góð staðreynd. Heyrðu, já, ég gef bara ekki næst það. Jú, gerð þú fyrst þína fyrstu mótbúrstaðreynd. Heyrðu, já. Meðal hóstinn
þeytist út úr manni á 95,6 km hraða. Shit, Wow. það ég hratt bara. Ég alltaf hóstandi maður. Ég fer Þinn svo hósti á sko 120. Minn hósti 120 km á klukkustund sko. Vá, ég hætti að vera hraðari maður. Þú myndir fá svona hraðasekt bara Ástjóks. Fyrir hóstaði. Ég var að byrja að hlaupa aftur á bak, þannig að ég geti hóstað þegar ég hlaupa, þú veist, og fæði svona og spýtt, Já, svona svona eins og bílarnir. eða svona eins og nú kemur nördin í mér sko Já, já. Þúmið í hérna Skyrim Þúmið í Skyrim. hérna, það er svona Ró. það er bara hósti grilla. Hóstin á önnu er bara þúm. Já. Er það málið eða? Ég þarf að kynna Skyrim greinilega betur. Já. En Gunni, ert þú með einhverja áhugaverða staðrind í dag? Ég er með Það er sko. Ég er með eina staðrind sem er mjög áhugaverð. Það er sko skildað allar að koma í áhugavalda að vera með áhugaverða staðrind. Ég var í Ítalíu og var að skoða hérna Colosseum og hérna Hringleika húsið. ég get sagt ykkur það að á einhverjum tímapunkti í sögunni var hérna gerð sjóorusta inn í hringleikahúsinu. Hvernig? Það? Já. Var það ekki bara eitthvað í Gladiator 2 eða? Nei, þetta var bara sko, þetta var í alvörunni gert. What the Í fuck? alvöru? Þetta var sko, þú veist, þá var bara, málið er sko að gólfið í hringleikahúsinu var bara timburgólf á svona súlum. Já. Og þetta var bara fjarlægt og vatn bara, Rómverjar voru bara fáranlega góður í svona stjórnum. Í vasskerfunum og Já, þannig að þeir bara flættu í rauninni gólfið alveg þangað til svona og svo var bara sett 2 skiparna og þrælar látni berjast Shit. bara alvöru What the sjóorusta absolute fuck? Inn í bara inn í hringleikahúsinu. hringleikahúsinu, Það er skilurðu. fucking klikkað sko. Og þetta var í Róm, segiru? Já, Rómaveldið. það sem var hægt að gera skilur á þessum tíma þegar þeir höfðu svona Hversu mikið veldi oft sko. hugsið þið Rómaveldið? Ég veit það ekki. Það er eitthvað svona voðalega mikið kallaþing að hugsa bara ekki mikið um Já, Rómaveld. það var alltaf verið að tala um þetta. Alltaf hana einu svona dag sko. Einu svona dag? Og kannski einu svona dag en... Alltaf hana núna, ég er búin að vera mjög mikið að pæla í þessu Ertu bara síðan eitthvað Þú ert líka búin að Rómaveldið? vera að horfa á, þú veist, Róm þættina og Já, þetta. já. Oh my god. Ég er samt, þú veist, alveg nokkur sem í mánuð eða eitthvað, ég veit ekki. Af hverju, skilur Það er bara eitthvað sem þeir gerðu, er alltaf tengt eitthvað í Ég veit nútímanum. ekkert um Rómaveldið. Var ekki Július Caesar þar? Jú. Jú, Caesarsalatið. Já, mitt. Já. Hætt stopp á þig. Eitt stoppmerki á þig. Ok, næsta áhugaverða staðrindi mín. Þessi er svolítið furðuleg. Góð með hana. Sjálfsmyndir, selfies, valda fleiri dauðsföllum árlega heldur en hákallar. Á hvaða hátt? Hæ? Í hvaða samhengi? Fleira fólk drefst við það að taka selfie heldur en að lendi í hákalli. Bara imagine the times, þú veist, við erum að tala Hvað meinar? það er bara dettur eða druknar Ég er ekki að hugsa það, þú veist. Ég meina þú eins og fólk það gerist bara reglulega, fólk er kannski á einhverjum tindi eða eitthvað, taka selfie og bara dettur. Ég meina Og hversu það oft druknar eða bara whatever. einmitt að fólk sé einmitt á svörtuströndinni Já, Black Black Sand Sand Beach, Beach, til já. dæmis. Shit. Hérna, hversu oft er fólk einmitt með bara, þú veist, síman og selfie, hei, ég er að reyna að forðast hérna öldurnar, Öldurnar, hey. svo kemur sníkum ef að fólkin tekur því í burtu. Já, svo bara, úps, Bara krakkar, nenni, please. En það, já, sérst, hákallar eru ekki jafn hættulegur og selfie. símar Já. Símar eru hættilegir Já, eru hákallar eitthvað hættilegir? Það er ekki Ég bara veit að ekki. þið finna blóðlykt eða eitthvað? Örglega, sko. Ég myndi Það er ekki bara fara stutt síðan að það var samt alveg bara í fréttunum, bara, þú veist, hákalla. hákallar einhver að drepa. Já, ég held að mamma og pabbi voru að segja mér eitthvað frá þessu að vinkuna þeirra var akkurat að fara í sjóin bara Oh my god. stuttu setna en svo bara sama stað, á eða? sama stað Holy ég shit. heyrði það þessuna sko. Þú veist, ég myndi ekkert fara eitthvað vísveit þetta út í sjói viss að vera hákallar í sjónum. Ég myndi aldrei gera Það eru hákallar í sjónum. Nei, þú veist, nálægt ströndinni, skilur við. Þið er alveg, ok, er eitthvað að þín. Herri, já. Ok, herrakall. Lengsta meðganga sem er nokkuð tíðar verið mæld er 375 dagar Nei. eða 12,5 mánuðir. Ói, vá, hvað ég vorkinni konunni. Það er Shit. svakalegt sko. Er ekki meðganga 9 mánuðir? Jú, það er meira en ár. Hvað er 370 okkar dagar? 375 dagar, Holy það fuck. 12,5 mánuðir. Þetta er bara lengsta meðganga ever. Gaur. Sem á rekord.
Ég held að 10 mánuði væri bara max. Ég held að væri bara eitthvað, þú veist, bara x langur tími Veist, bara þetta sem er- væri hægt að hafa. Já, það er Það náttúrulega er hægt alltaf að- miða við 40 vikur, Það held hægt að vera ég. fyrirburi og eftirburi og svona, eins og pabbi, þú veist, er fyrirburi. En þú veist, þetta er náttúrulega bara, þetta er, þú veist, svona innan þessa 9 mánuða, eða ekki? Ég veit ekki, ég er með skaufa, sko, ég veit ekki hvernig þetta virkar, sko. Nei, þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta er yfirleitt miða við, þú veist, 40 vikur. Okkur getur ekki sagt 9 mánuður. 9 mánuði. Þetta er eins og þegar Ég fólk veit segir, ekki. já, hvað er pallið gamalt? Já, hann er 56 vikur. En það er talað um það 46 mánuða. Fyrst er verið að tala um, já, hann er hérna Eitthvað vikna. 12 vikna eða Ég er ekki að segja 15 bara, vikna hann er eða eitthvað skilurðu. eins árs eða eitthvað. Ég veist, 1 árs, 2 ára. Ég reynda að geta ekki að baddi eftir orðið 13.000 mánuða, skilur það er ekki Já, hægt. það er kannski Guð minn svolítið almáttugur. advanced. En Gunni, ert þú með aðra áhugavera staðarind fyrir okkur í dag? Já, hún kemur ekki núna úr Róm en það kemur úr Flórens núna. Oh my fucking god. Ég elskar Flórens. En þetta er ekki beint staðrind en ég svona, mér fór að gruna þetta og fór að googla þetta eitthvað en það kemur fram svona að hérna, Leonardo da Vinci DiCaprio. Já, hann hefur örugglega verið algjör svona chronic procrastinator. Já, Það er talað um það, sko. tengi við það. Ég tengi svolítið þar lætum við líða vel einhvern veginn að þú veist, einhver sem komplisaði svona mikið að uppfinningum og náttúrulega málverkum og þú veist, svona fáránlega góður listamaður og uppfinningamaður hafi verið líka að ströggla Svona við með frestunaráráttu. með frestunarorti eins Shit, maður. og við þekkjum. Sko, Þeir voru oftast þessi listamenn eitthvað svona skrítið. Já, Sko. hann hefur örugglega verið með ADHD og hérna, 100%. og hann var náttúrulega örfendur. heyrðu, ert þú Leonardo da Vinci? Kannski, Þú- Lítur þessi John Lennon, sant? Já, lítur út fyrir John Lennon, en sko, þú ert með frestunaráráttu og ADHD og ert örfendur. Já, Og ert ógeðslega fokkin uppátæk, eða þú ert svo gáfaður þegar þú kemur að svona finna upp á hlutum. Halda samt margir að Da Vinci hefði verið hommi, sko. Ok, Já. þú ert ekki hommi, það er alveg. nei, þá Og er ég Mona Lisa hefði verið einhver, þú veist, kallmaður eða eitthvað, en hann, veist, ég mann þetta ekki. Ok. Kannski er ég eitthvað talað á raskatur mínu, en ég... Ég meina, stundum er maður... stundum gerir maður það. Stundum erum við að því, ég meina við erum hérna, En þú veist. þetta er áhugavert allavega. Þetta var áhugavert. Já, þetta er, já. Sumir svona, já, listamenn eru eitthvað skrínir alltaf. Bara, þú veist, hann er fáránlega góð málegar. Ég held að hann hefði bara klárað eitthvað 17 verk. Sko. Í alvörinu. Já, Bara einn tótal. ég held að, þú veist, svo var bara fullt af einhverjum ókláraðum verkum, sko. Hvernig lærir maður samt að vera, þú veist, svona góðu málar en maður gerir bara 17 málverk? Ég veit það ekki, en hann var Kannski svo er sem, það hann var með náttúrulega líka precise. uppfinningamaður og hann var líka, þú veist, Já, reyndar. þú veist, af því hann var svo curious, þá var hann náttúrulega bara að krifja lík og eitthvað svona, þú veist. Ha? Já, hann gerir það líka. Já. Vá, ok. Hann vildi bara vita hvernig allt virkaði og bara, þú veist, hei, Ok, vá, má ég geggjað. kannski, þú veist, þegar ég dreipið hérna fólk, má ég kannski fá, Já, maður fóði lík. Þú að redda með líkinu. getið þið takk rettað fyrir mér eða? Hvað Þú veist, er það að gera með það lík? ég held að hann, það. Ói, Heyrðu, fólki er skrítið. fólk er enda mjög skrítið. Fólk er bara alveg Það er virkilega ástæða skrítið. okkur að til orð sem náriðill orðið er til. Ari, stopp. Nú erum við hægt. Bara pressure, stopp Ástæðan on fyrir this þetta orðið recording. til. ok, það er samt orð sem mér langar ekki að sé til. Nei, ekki Náriðill. verið, mér finnst bara Þetta er vitlaust. crazy Þetta orð. gæti Ég ekki langar verið bara ekki að ógeðslegra. vita af því að þetta, Getum við ekki bara að tala um náriðlega Ok, Ok, Ég stopp. er bara að segja. Ok, Ég er bara kannski að segja. Þú er bara að segja, fara með munninum. Ok, eigum við, strákar, kannski að fara í umræðum dagsins. Já, hvað ætlar að tala við okkur um? ég veit ekki Hvað ætlar að tala á okkur um? bara annan leifi menn ekki að Já, vita ég ætla að tala á ykkur. Já. En nei, sko, ég er eiginlega pína ekki að fara að tala við ykkur. Ég er pína að fara að tala at you. Ég er að fara að infodump ykkur fucking feitan, sko. Vá, En já, Gunni veit hvað ég er að fara að tala, menn ekki Ari. af því að ég fekk ekki að vita hvað Þetta er fyrsta skipt sem við höfum þátt þar sem að ég veit, þess að hinn veit ekki hvað hinn er að fara að tala um. Nei, Ég segi bara strákar. er þú veist reddit eða Neip. hvað er þetta? Ég segi bara velkomin í heildýpið sem heilin á önnu er. Ok, Af því í dag þá ætlum ég að fara með ykkur í eitt af mínum áhugaverðu obsessions. Obsession Laka til að sjá hana Lokið augunum. Ímyndaðu þér á standir á bjargi. Þú horfir út á hafið, heyrir engin hljóð nema náttúruhljóð. Engin borgarljós eru sjáanleg. Bara fáein hús sem standa saman í einni þyrpingu. Ein kusa á vappi og einn gamall vel notaður bátur við ströndina. Ó nei, þú dettur fram á bjarginu og rótast, brýtur að þér hægri fótinn og 2 hryggjarliði. En næsta rétta læknisaðstoð er í 2800 km fjarlægð.
Það er engin flugvöllur og siglingin þangað tekur 6 til 10 daga. Þetta er eitthvað true crime eða? En það kemur ekki skip fyrir eftir 2 mánuði. Ímyndaðu þið núna að þetta sé ekki ímyndun heldur raunverulegu staður þar sem að fólk býr og þetta gæti gerst í alvöru. Ok. Var þetta ekki gott það? Ég sá þetta fyrir mér sko. Sko, Anna áhugavaldur, hún hefur áhuga á furðulegustu hlutum, skal ég segja ykkur. Ég að fara í eitthvað true crime dæmi hérna? Nei. Þið voru kannski búin að áttu gráði, þetta er svolítið fyrirlegt. Sko, ég er algjör svona Google Maps og Google Earth fíkill. Ef ég heyrum staði sem ég hef ekki heyrt áður, þá þarf ég að tjekka strax hvað það eru og hvernig þeir líti út og ég þarf bara að vita allt um hennar stað en það vekur áhuga minn. Og þeir staðir sem að vekja minn mesta áhuga eru staðirnir sem eru bókstaflega staðsettir í endaþarmi alheimsins. Þannig í dag... Eins og Ísland? Miklu meira remote en það. Okay. Þannig í dag þá ætla ég að áhuga valda ykkur af einangruðustu stöðum í jarðarinnar. Okay. Það er áhugavert. Það hljómar áhugavert sko. Það verst að þú gæti komið í klandur því að núna gæti verið að við þurfum að fara á einhvern tímann. Ég bara, sko, mér dreymir þetta. Já, okay. Ég veit ekki hvort það mér dreymir eða martröð, ég veit ekki alveg. Annarkvort er þetta draumur eða martröð. Draumar eru stundum martraðir. Það er réttari. En ok, byrjum á því að skoða staðinn sem að ég er búin að setja sín á. Okay. Þetta er staður sem að virkilega vekur áhuga minn. Ég ætla að reyna að setja hljóma ekki eins og einhver svona sögukennari til forna, skilurðu. Ég get hrætt að hljóma svona sögukennari, bara ógeðslega leið. Þetta er einhver eyja einhvers staðar út í raskati. Þetta er út í raskati. Álands. En ég ætla að reyna að hljóma áhugaverð þegar ég tala um þetta. Ég ætla að segja ykkur frá The World's Most Inhabited Island sem heitir Tristan da Cunha. Uninhabited, nei, þú veist, það eru íbúar þarna. Þetta er einangraðasti. Já. Most Inhabited. Bara ég ætla að segja ykkur fyrir ekki, ég sagði þetta vitlaust. Ég ætla að segja ykkur frá The World's Most Remote Inhabited Island. Já, þannig að þetta... Anna, ertu að fara að tala fucking Sentinel í hana eða eitthvað? Þetta er ekki sem Sentinel Island. PTSD við Sentinel, no Sentinel Island, sko. En þetta staðurinn sem ég er að byrja að tala um, hann heitir Tristan da Cunha. Þetta er World Most Remote Inhabited Island. Tristan da Cunha, ég hef aldrei hýrt um það. Þess vegna ætla ég að segja ykkur frá þessu. Þetta hljómar eins og eitthvað nafn bara. Tristan da Cunha. Hey, þetta gæir þarna Tristan da Cunha. Þetta er nefnt eftir landkönnuðunum Tristan. En þetta þorp hérna á eyjunni er stundum kallað Edinburgh of the Seven Seas. Edinburgh Havana 7 En á þessari eyju það getur komið upp svona scenario eins og ég var að tala um og það hafa komið upp svona cases Er ekki þarna, þú veist, er engin sjúkrahús þarna? Ég skal sko segja það frá því Gunni, spektu beltin og velkomin í vagninu rönnun Tristan da Cunha er hjálenda Bretlands Þetta er eiga Bretar þetta. Já, þetta er Bretar, alltaf Bretar, fucking shit. En þetta er eldfjallaeyja, þetta er í rauninni bara eldfjall. Þú veist, eldfjallaeyja í Suður Atlantshafinu. Hún er svona næstu í mitt á milli Suður Afríku og Suður Ameríku, en vegalengdirnar þangar, þið tilbúin að heyra vegalengdirnar í næsta stað? Já. Frá eyjunni yfir í Cape Town í Afríku eru 2800 kilometrar. Wow. Og frá eyjunni yfir í fucking Suður Ameríku eru 3300 kilometrar. What the fuck? Þarna, lengst út í hafsraskati, býr bara fólk. Bara býr fólk þarna, skilurðu. Íbúafjöldin þarna er núna 236 manns. Það er nú ekki mikið. Það er ekki mikið, en pældi, þau bara búa. Oh my god, það er samt 236, það er svo lítið fólki. Það er ógeðslega lítið af fólki, en þetta fólk er bara eitthvað þarna. Mér langar að fara þangað. Ég veit. Það er örugglega sko, þú veist, þetta er bara eins og ein fjölskylda eitthvað svona, það er stórfjölskylda eitthvað. Þetta er bara, þetta er svolítið svoleiðis. Ég ætla að reynda að segja það eftir, en þú veist, allir á eyjunni deila 7 fjölskyldunöfnum. Já, og þú veist, já, þannig meir um það eftir. En já, mér finnst bara crazy að þarna býr bara fólk. Og ég veit sko ekki alveg hvort mér finnst þetta að vera svona innilokunarkennt martröð eða hvort mér finnst þetta bara að vera draumastaður. Já. Bara hvort það sé bara literally the dream of my life að þetta er svo einangrað, skilur. Ég myndi ekki fann ákvað sko. Akkur ekki. Þetta er svo remote. En það er bara svona the introvert's dream. The biggest dream of the introvert. Hvað tekur langan tíma að fara, þú veist, þú sagðir örugglega þarna í byrjun, en hvað tekur langan tíma að, þú veist, sigla þaðan eða fljúga þaðan, skilur? Það er ekki flugvöldar hana, þannig að þú getur ekki flogið þangað og getur ekki flogið frá þarna heldur. Nákvæmlega, það er bara þetta sigla þangað, ég er ekki að fara þangað. Það er bara þetta sigla þangað, já, þú ert ekki fyrir vatnið, sko. Það er bara þetta, þú veist, eina leiðin til að komast þangað er að sigla frá Cape Town í Afríku og það tekur 6 til 10 daga fyrir eftir sjóskilyrðunum. 6 til
10 daga að sigla frá Cape Town til Tristan da Cunha og það fer eftir bara sjóskilunum. Stundum sjórinn mjög vondur á leiðina á það sko. Já. Holy shit. En já, í Cape Town 2800 kilometrar og í Suður-Ameríku 3300 kilometrar. Við skulum bera þetta saman við bara vegalöndir frá Íslandi til að fá smá svona ballpark hvar við erum. Löndin næst Íslandi. Í Grænland eru 290 kilometrar. Milli Íslands. Eru bara 290 kilometrar? Já, milli semast Vestfjarðahausins og næst í Grænland. Það er ekki það langt. Þannig að 10 sinnum lengra. Jep. Og frá okkur til Færeyja eru 420 kilometrar. Frá okkur til Skotlands eru 740 kilometrar. Og til Danmerkur eru 2100 kilometrar. Frá okkur til Danmerkur 2100 kilometrar og við erum að tala það næsti bæri við þau eru 2800 kilometrar í burtu. Vá. Þetta er crazy. Þegar þú ert komin svona neðarlega í Atlantshafinu og hjá Afríku og svona vegalítarnar eru svakar. Það eru crazy og það er reyndar það er önnur svona bresk hjálenda sem er reyndar nær heldur en Cape Town. Hún heitir St. Helena eitthvað þar sem að Napoleon Bonaparte dó. Langar mig að segja. Dó hún ekki bara í Fraklandi það? Ég veit það ekki. Það var einhver saga. Ég er rosalega góð í sögu krakka mínu. Ég var ekki að teikna blóma á stílabókina mína þegar kennarinn var að tala um Napoleon. En þú veist, það er semst hægt að fara að þanga en þú veist, það er ekki þú veist, þau fara alltaf til Cape Town eða þau þurfa að komast. Já, okay. En já, hvað er eyjan stór? Hún er nefnilega mjög lítil. Hún er ekki nema 98 ferkilometrar og tæplega 12 kilometrar í þvermál sem bara, þú veist, þvermáli yfir eyjuna bara 12 kilometrar. Er þetta svona löng eyja? Sko, eyjan, hún er eiginlega bara fullkomin hringur og þvermáli er 12 kilometrar þannig þú veist, við erum að tala svona blöndust til hálfa leiðinu í Skagaströnd eða eitthvað. Já, ok. Eða ef við förum frá Blönduósi beina línu upp í Húnavelli, þú veist, ekki keyra línuna, þú veist, ekki keyra veginn, heldur þú veist, bara bein lína frá Blönduósi til Húnavellis, það eru 12 kilometrar. Vá, maður. Hérna mældi þetta, Google Þetta Earth. weird. Þetta er ógeðslega lítill staður. Akkur býr fólk þannig? Það er rosalega góð spurning. 200 eitthvað manns, okkur ekki bara flytja í Afríku eða eitthvað. Ég skal sko segja þér það á eftir aðri mín. Ég er svo skrítið, sko. Og já, hringurinn í kringum eyjuna er bara 40 kilometrar. Þú veist, þannig að þú getur farið bara í 1 stykk marathon. Já. Það fara eyjuna bara hlaupi í kring og það er bara 1 stykk marathon, skilur við. Gera það örugglega margir, sko. 100 pjö. Kannski ekki samt, þetta er alveg eldfjall. Þetta er bara eldfjall. Já, ok. Þorpið er sko á svona eina, þú veist, þetta er svona eldfjalleyja og þorpið er á eina slétta punktinum á eyjunni. Þar er þorpið. Þau eru fucked ef það kemur eldgos. Heyrðu, þið eru að klokka allt sem ég er að fara að tala um, krakkar. Nei, sko, býðið bara, shit. Ég meina, þú ert að segja þessi eldfjall og pínlítið leigja það eitthvað. Nei, sko, þetta er svo merkilegt. Strákar, finnst ykkur þetta ekki merkilegt? Jú, þetta er Nei, sko, ég er búin að fara hún svo mikið að rabbit hole, krakkar, ég er búin að mér langar að búa þarna, en ok. Get notað þetta information vel í worldbuilding í Dungeons & Dragons eða eitthvað, sko. Þetta getur verið fucking Dungeons & Dragons staður, sko. Þetta er stórmerkilegur staður. En þið þekki mig, ég er Anna og hef náttúrulega mestar áhyggjur af því hvernig fólk getur leitað sér í bráða læknisaðstoð. Nei, sko, ég er ekki að djóka þér, ég fyrir til útlanda þá þarf ég að vita hvað næsta sjúkrahús er, sko. Þannig ég náttúrulega tjekkaði fyrst af því hvort það væri hægt að fara í læknisaðstoð þarna ef það gerist eitthvað brátt. Ég er ekki einhver frelliðan á eyjunni bara sem kann smá skyndihjálp með það. Ég skal segja þér frá þeim. Ég ætla að fara Hún er með allt covered. Nei, sko, ég er með notes, strákar. Ok, ég ætla aftur í scenarióið sem ég byrjaði með áðan. Ok, þú ert búin að detta og þú ert búin að rótast og brjóta fót og hrygginn á þér. Sko, það er vissulega lítil heilsugæsla á eyjunni sem heitir Kamogli Healthcare Center. En í svona tilfellum þá væri lítið hægt að gera á þeirri heilsugæslu fyrir þig af því að einu tækin sem eru á heilsugæslunni eru hjartalínuritt, stuðtæki og röntgentæki. That's it. Þeir eru samtalið með röntgentæki. Þeir eru með röntgentæki en þeir geta ekkert lagað hryggjabrótið, skilur, og þetta var í aðgerð. Nei. Þannig að þú veist, þú myndir já, ok. Ótrúlega satt, þá eru 2 læknar sem vinna á eyjunni og búa þarna og nokkrar hjúkur. Þau sjá almenna læknisþjónustuna, alltaf það þarf að vera, þetta er lengst út í raskati, skiluru. En í svona tilfellum þá þyrftir maður líklega, þú veist, að fara og fá sneiðmynd og gifs og jafnvel aðgerð, skiluru, á hrygginn og eitthvað. Og læknarnir þarna, þeir gera einungis, með það sem ég hef lesið, þá gera þeir einungis svona minniháttar aðgerðir og gifsumbúðir. Gera samt einhver aðgerðir? Sennilega. Nei, þú veist, þeir gera bara minniháttar aðgerðir eins og þú veist, ef þú fær botnlangakast. Já, þeir geta gert eitthvað þannig. Þeir geta gert þannig og þeir geta gert svona minniháttar aðgerðir eins og þú veist, ef þú færið einhver, þú veist,
eitthvað pínlítið sár sem að fær sýkingu í, en þeir gera ekki svona stórar skurðaðgerðir skilurðu og þeir gera bara einhverja gifsumbúðir en ekki almennilega gifs þannig, ef maður myndi lenda í þessu þá myndi maður þurfa að fara með skipi í Cape Town í Afríku og það tekur 6-10 daga fyrir eftir við verðinu og sjónum 6-10 dag með brotin rygg Andjóks oftast sko freka mikill vindur og stórar og erfiðar öldur á leiðinni þannig að maður þyrfti bara að vera borð í einhverjum ömulum öldum bara eitthvað með verkjalyf skilurðu Ertu svona að tala með eitthvað real case? Þetta er ekki real case sko, þetta er bara dæmi en þú veist, maður þyrfti bara bíða eftir að komast í læknishendur í Cape Town í Afríku svo bara happa glappa hvort það sé skip á eiginu eða hvort maður þurfi líka bíða eftir að skipi komi frá Cape Town skilurðu þá bæta 6-10 daga við að bíða eftir að skipi komi frá Cape Town til að sækja þig á eigina sem myndi bæta öðrum 6-10 dögum við Shit Damn Svona tilfelli hafa nefnilega komið upp á eiginu en sem betur fyrir mjög sjaldan. Seinast kom upp 2 tilfelli árið 2020. Annað tilfelli var þannig að það var skip að koma með birgðir á eiguna. Þú veist, að það koma skip með birgðir á eiguna. Fyrir 200 manns. Já. Þetta er svo skrítið, sko. Ég veit það. Og einn maður borð veiktist skyndilega þegar þau voru að koma að höfninni á Tristakúna, sko. Og hann fór í skoðun til læknisins á heilsugæslunni og við skoðunna kom í ljós að maðurinn hafi fengið hjartaáfall svo læknirinn hafi samband við hjartalækni í Cape Town og þeirra mat var þannig að maðurinn þurfti hjartaaðgerð bara sem fyrst sko og náttúrulega ekki hægt að framkvæma þessa aðgerð á eyjunni svo það var ákveðið að maðurinn þyrfti bara að fara aftur með skipinu í Cape Town til að komast í aðgerð og allir bara vonuðu það besta þú veist wow. En hann fekk með þessi súrefnistang og lyf í skipið. Lifði hann af það? Já, sem betur fyrir fóru þannig að hann komst lifandi til Cape Town og 6-10 daga í hjartaáfalli? Já, bara hann fekk hjartaáfall og þurfti að fara í aðgerð skiluru og hann var bara mjög illa haldinn en skipið tók ekki nema 6,5 daga að komast þeir voru að flýta sér sko já það silt bara ekstra hratt sko já brendu kólin samt 6,5 daga en ég meina þú veist, ef þú fær heilablóðfallana þá er það bara að upp á sí skiluru upp á sí og dauður 6 feet under með þig skiluru, þú deyr bara af hverju að búa það þessari fokk að segja bara, þú veist, þetta er bara svona venja þarna er fólk bara set in stone, þau eru bara tré þau eru ekki að fara að færa neitt sinni sko. En já, hitt tilfellið sem kom svona upp það var ólétt kona sem fór á stað í fæðingu en það er engin ljósmóður á eyjunni oh my god, það hljómar svo eitthvað martröð sko. Og samkvæmt reglunum það er bannað að fæða barnana og óléttar konur þurfa að fara til Cape Town að fæða börnin bannað að fæða barn þau þurfa að fara bara með, þú veist, nógu miklu fyrirvara til Cape Town til að fæða börnin og vera þar bara fyrir fæðingu en akkurat á þessum tíma, þú veist, 2020 það var COVID, skilur og þá voru takmarkanir á ferðum þú veist, það voru takmarkanir á ferðum þannig komst ekki í Cape Town og eignaðins barnið á eiginu en sem betur fyrir þá gekk það vel, skilur þú veist, þau er lifandi en vitið það er fucking interesting COVID hefur aldrei komist á hana stað þau eru það remote að COVID þau hafa aldrei, enginn hefur smitast enginn hefur fengið COVID Nei, enginn hefur smitast já, COVID náttúrulega getur bara að loka fyrir Nei, þau eru bara alveg laus við það þau eru bara það mikið út í raskati að það hefur ekki komið ánga, skilur svo það náttúrulega af því að þú veist og hlaupa af því að það tekur svo langur tíma að koma á skipi þá uppgötast alltaf ef það kemur sýking á skipinu þá fær skipið ekki frá höfn Nei, skipið fær ekki frá höfn, skilur eða bara manneskja sem er á skipinu fær ekki að komast frá höfn Brilliant, sko. Allavega einhverju kosti við þetta Það er nefnilega einhverju kosti, sko Það er sér ynga kostið sko. Búið einhvers þegar út í raskat Þetta er actual bara enda þáru sko. Þetta er bara the butthole of the earth og fólk er bara eitthvað happily living there Er net þarna eða þú veist Ég skal segja það eftir Þetta er búin að skoða bara Nei, sko, ég er með allar staðreyndir á hreinu krakka mínir En já, bear with me Anna sögukennari er með mest þessa eyju af því að þetta er svo mikið fascinating staður ég obsessaði svo mikið yfir þessu stað að þið þurfa að hlusta á mig tala bara þennan stað mjög lengi Sorry. Ég er til, já Næst ætla ég að tala skipsferðirnar til og frá eyjunni Það eru semast 3 skip sem að fara ferðir til eyjunar og það eru cirka 9 ferðir á ári Finnst ykkur ekki lítið? Það eru 9 ferðir Hvað eru þið að héta? Ég skal sko segja 9 ferðir á skip eða ertu bara að tala bara 9 ferðir yfir höfuð? 9 ferðir yfir höfuð wow, En það eru 3 skip sem fara ángað Það er ekki eina mánuði sko Nei Fuck Þessi skip sem koma með supplies á eyjuna og fleira sem að þarf skiluru Skipi sem að fer oftast eða cirka 5 ferðir á ári það heitir MF Vaff Edinburgh
og fun fact, fyrst hét það MVAF Hekla eftir eldfjallinu Hekla á Íslandi. Finnst ykkur það ekki áhugaverð staðreynd? Það er mjög áhugavert. Skipið var byggt árið 1970 en það lítur samt út fyrir að vera kortir í að þetta í sundur sko. Það er svo ryðgað, það er bara, ég skil ekki að þið fara á þessu skipi með supplies bara eitthvað 10 daga á sjónum skilur, þetta skip lítur út fyrir að vera bara gert úr, þú veist, brotajárni eða eitthvað. Bátar og þetta er skeri sko. Ari er hrættur við sjóin sko. Ég er ekki hrættur við sjóin, ég er hrættur við að drukkna. Ari er hrættur við að drukkna. Ég held að sé ekkert eitthvað lóki gaman að drukkna sko. Ok, sjórin er samt hann er fucking scary. Það sem mér finnst mest scary ef ég lendi í sjónum eða þú veist, ef ég þú veist, hugsa út í það að vera bara út í sjó það er svona vast space undir mér sem getur bara verið hvað sem er þarna undir. Já. Þú veist, af því að ég er bara, þú veist, Þú er bara 1% af, þú veist, af dýftinni á Örugglega ekki einu sinni 1%, ekki einu sinni það er bara heill geimur að undir, skilur Jokes. Já. Og svo líka, þú veist, erum við ekki búin að explora allan sjóin, skilur við. Þannig við vitum ekkert hvað er þarna. Skeri tilfinning að vera í vatni. Ekkert þú veist, þegar smá. þú veist af því að það er svo mikið Ég er ekki hrættur við sjóin eða eitthvað svona, ég er bara hrættur við að drukkna. Já, og ég er eitthvað skil Eina sem ég hrættur við að það er að deyja hana. Það er sem talað að drukkna sé alveg frekar pleasant. Já, mér er bara alveg sama hvað ég segi þetta að drukkna. Ég er ekki að fara að drukkna. Fyrst að segja þetta, þá ætla ég að fara að drukkna. En hafið þið séð svona vídeo á TikTok að svona ógeðslega stórum öldum. Ég er líka pínu obsessed af því. Mér finnst það mjög fascinating. Það er cool myndbönd, sko, en það er alltaf hana jóhó-lægir. Já, ég dey, sko. Það gerir þess að myndböndur svona 200 sinni meira creepy sko. Já, reyndar. En þú veist, ég var að sjá eitt myndband þar sem að var gámaskip bara að fara, þú veist, það voru svo stórar öldur að fólk það yfir alla gámana. Þetta gerist sko. Þetta er crazy. Þetta er svona, stærðin á hafinu er bara svo huge sko. Þetta er 70% af jörðinni eða ekki? Við erum svo lítil sko. Aftur af þessum skipum sem að fara þessum 3 skipum, þau eru ekki mjög stór en þau eru nógu stór til að ferja fáeina bíla og koma með allar matvörur og koma með dísel sem er notað fyrir rafmagn á alla eiguna. Já, byrju, eru þau með bíla þarna? Þau eru með bíla, ótrúlega þess að það er ekkert allir með bíla þarna en sumir eru með bíla og þú veist, þeir eru ferjað þá með skipunum og öll eigin er, þú veist, rafmagnið það er ekki svona virkun eða eitthvað eins og hjá okkur, þú veist, þetta er bara Já, þau nota bara dísel og geima og svona. Já, bara, þú veist, og þannig bara er öll, þú veist, eigin kinduð og rafmagnu og allt þetta er svo fucking fascinating. Ég er að segja þeirra. Og sko, þessi skip, þau koma líka með póstinn, en ótrúlega sagt, annað fun fact, það er hægt að panta á Amazon. Ef þú býr þetta, þú getur panta á Amazon. Finnst ykkur það ekki fucking weird, þú fá bara senda á eina. Við getum alltaf panta á Amazon hér. Nei, nákvæmlega. Nei, það er, þú veist, ástæðan fyrir við náttúrulega, þú veist, við getum pantað á Amazon en við þurfum að borga handlegg fyrir sendinguna sko. Maður borgar meira fyrir sendinguna heldur en miklu meira fyrir sendinguna sko. Ég vil ekki vita hvað þau borga fyrir sendinguna en þú veist en samt eru þau pantað þú veist, það tekur ógeðslega langa tíma að koma. Já, 6 til eitthvað. Nei, já, bara næst þegar skipi kemur náttúrulega. Já, næst þegar skipi kemur. Og side note, ég er að fylgja gellu. Það er ein gella á TikTok sem býr þarna. Hún heitir Kelly. What? Mælum að fylgja með. Ég man ekki hún heitir meira en Kelly. Þetta er enskumældi fólk. Já, þetta er náttúrulega enskumældi. Jú, þeir eru með einhvern ákveðin hreim. Ég veit ekki hvað hreimur það er. Af því þetta er bresk eitthvað svona. Já, þetta er svona hjálenda eitthvað. En þú veist, það er ein manneskja þarna sem er með TikTok sem heitir Kelly og hún er að sjá the tourism þarna og ef þið farið bara TikTok og skrifið Kelly, Tristan da Cunha, þetta er fucking stórmerkilegt. Kelly Osbourne? Nei. En hún sýndi sko þegar hún pantaði eitthvað á Amazon. Hún pantaði í desember, það kom með skipi í mars. Ó, hvað? Mars! Okay. En hún var bara, þú veist, þakklátt fyrir að hafa getað pantað, skilur, hún bara eitthvað annað level. Þú veist, maður þarf að vera með eitthvað annað level af þolimæði. Þú getur alveg búið þarna, Gunnar. Þú ert mjög þolimóður. Þú ert alveg búin að þola mig í 14 ár, skilur. Myndur þú bíða eftir Amazon pakka í 4 mánuði? Gunni myndur að gera það, sko. Þú veist, ég væri alveg til að búa á svona stað, sko. Ég líka. Ok, sko, þetta er alveg draumur. Ef ég væri ekki með heilsukvíða og væri ekki með MS, bara sign me up. Ég myndi má fá ekki fyrir þangað. Ég meina, ef öll fjölskyldur mín væri þarna, en það væri svolítið erfitt að Já, það var kannski erfitt að búa þarna. Bara eitthvað, hei, ég var að hittast eftir 2 ár ef þið lifið að sjóferðina. Ég væri til að búa bara á tunglinu í geimstöðu eða eitthvað. Já. vera fastur inni á einhverjum svona skrýttum stað. Já.
Tunglið hana Tunglið alveg skrítið staði til að búa á. Þú ert tím Elon Musk hérna, Nei, ég ekki tím Elon Muskunar Ari, þú ert Katy Perry. No, þú ert tím Elon Musk. Nei, Ekki í dag. hvað buð En ok, förum yfir íbúana aðeins á eyjunni. Þau eru núna 236 og búa í lítilli svona þyrpingu, þú veist, þannig að norðamegin á eyjunni, Edinburgh of the Seven Seas. Það eru cirka 150 hús þarna í þessu þorpi, en þó þetta sé mjög fámenn eyja, þá er þetta mjög svona skemmtilega gott samfélag, sko. Og í raun allt til alls sem að fólk þarf þarna fyrir hefðbundið líf. Þú veist, við erum að tala um það á eyjunni, það er skóli, það er sundlaug, heilsugæsla, kirkja, kirkjugarður, búð og löggustöð. Já, ok. Og ótrúlega þetta satt, það er einn bar þarna líka. Bar? Nice. Já, það er náttúrulega þarf að vera. Það þarf að vera bar. Maður þarf að geta gert eitthvað skemmtilegt, Já. sko. Já, er bíó þarna? Nei. Oh my god, hvað ég vorki nefn. Ég er að segja að ég geti aldrei búið þarna. Nei, þess að minna, þú fer ekkert að skreppi bíó þetta, skilur. Þú þarf bara eitthvað, ég með langar í bíó. Ég get kannski gert það eftir 4 mánuði. Kannski. Þú veist að þá er kannski myndið sem það langar að sjá í bíó hætt, skilur. Þetta bara er martröð mín, sko. En barinn er svona staðurinn. Það sem að, það er staðurinn. It's the place. Ok. Svona hjartað í Það er hérna hjartað, samfélaginu. En já, eins og ég var að segja áðan, allir íbúarnir sem búa þarna, þeir koma frá fáeinum landnemum frá 19. öldinni, 1800 eitthvað senast, og það eru bara 7 fjölskyldunöfn á eyjunni. Og þú veist, það er ógeðslega frægt bara. Frægt? Já, þú veist, bara, þú veist, fólk veit alveg að því að það eru bara, þú veist, flestir sem að fara á þangað vita hver fjölskyldunöfn eru. Þetta er Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers og Swain, af því þetta er eitthvað voðalega frægt apparently. Og það er mjög ólíklegt sko að ég að þú veist, gætum flutt þangað, af því að maður þarf að tengjast þessum fjölskyldum á einhvern hátt til að búa þarna, og allir á eyjunni þurfa að kjósa já eða nei þegar flytur ný manneskinn á eyjuna og ætlar að setjast af. Oh my god. Já, af því þetta er bara svona fjölskyldu, þú veist, þetta er bara 7 fjölskyldur. Og Það er alveg líðræði. Nei, þessi Kelly á TikTok, hún giftist einum af þessum gæja og tók eftirnafnið þess og þess vegna býr þarna með hann, skilurðu. Þannig að, þú veist, Hvað, af hverju langaði hann að fara þangað? það er bara fascinating og þau á 2 börn sem er í skólanum. So weird. Ef við myndum giftast einhverjum þarna, þá gætum við flyttanga. Ætlar að fara að giftast einhverjum Svo myndum við þarna? bara, þú veist, skilja og giftast svo við þér. Fór öðru, já, þá væru við, já, gerir þetta er gameplan, ég er að segja það, sko. Ég veit ekki alveg með þetta plan. Kannski svolítið hérna, Pínu langsótt, sko. En Nánar eyjuna, ég sko krakkar, ég er að infodumpa ykkur þessa eyju. Ég heyri það. Það eru mestu upplýsingur það að segja, bara segja, þú veist. Ég veit skringilega mikið einhverja random fucking eyju núna. Ari, ég er svo fascinated. Sko, skólinn þarna á eyjunni, hann heitir St. Mary's School og það eru 21 barn í skólanum. Ég finnst það alveg mikið á meðan við hvað eru fáir þarna, sko. já. Við erum að Ég er tala örugglega fullt af börnum, eina sem ég geta gert hann er að fucking setja hann. Ég meina, þú veist, það er örugglega svo mikið incest á þessa eyju, sko. Það grínast í það. Já, þú meinar. En þú veist, svo er maður að pæla bara, það er 21 barn í þegar við vorum í Húnavallaskóla á seinustu árunum þegar Húnavallaskóli var í gangi, það voru ekkert mikið fleiri börn en þetta. Nei, Vorum við ekki bara eitthvað 30 eða eitthvað fyrir rest? Ég man það ekki. Nei, ég er ekki að djóka, Ég var sko. bara 6 í bekknum mínum, sko. Já, við vorum reyndar 8 í bekknum mínum, en þú veist, það voru 7 í 10. bekk. Kom inn frá Færeyjum. Já, Við erum að tala um Var að ekki sko, Egill í 3 manna bekk eða eitthvað? helmingurinn af bekknum mínum er sami fjöldi og í skólanum þarna. Já, nákvæmlega. Helmingurinn eða þú What the hell, árgangurinn minn var skipt í 2 skilur. Já, árgangurinn. Já, það var, þú veist, það var bara þú veist, 20 og 20 held ég minni Shit. með þetta. Já. Þetta var eitthvað svo leiðis. Við vorum sko í frekar stórum bekk, við vorum 8 í bekknum. Og var ekki Egill sko í 3 manna bekka, Ég man var það 4. Svo var einhver 1 í bekk líka þegar við vorum í skóla. En Húnavallaskóli tilheyrir sögunni sko, nú er þetta búið saman að Splöndurskóla. Hann er ekki til einhver. Nei. Það er ekki svo skrítin tilfinningu. Mjög skrítið til. Mér finnst mjög skrítið að grunnskóli minn sé hótel. En ok, og svo með heilsugæslana þarna. Heilsugæslan, þetta eru bara 2 læknarými, biðstofa, röntgenherbyggi og pláss fyrir 2 til 4 sjúklingarúm og svo er svona apótek og bara, þú veist, starfsfólki á heilsugæslunni sér apóteki líka ef fólki vantar lyf, skilurðu. En það er ekkert alltaf til öll lyf sem fólk þarf þarna, sko. Og þannig maður þarf bara að bíða.
Og svo náttúrulega kirkju og kirkjugarðar þarna, þú veist, maður verður náttúrulega að geta drepist þarna þó með ekki fæðast þarna. Þú veist, maður má ekki fæðast en maður má drepast. En maður má ekki fæðast þarna, það örugglega bara af því að læknisþjónustan ekki með... Þú veist, það bara ekki ljósmóður á eyjunni. Já, ég held og ekki tækin og tólin. Þetta eins og, þú veist, í smábæjum á Íslandi, ég meina, mátt ekki fæðast á Blönduósi, skilurðu. Má í rauninni ekki fæðast þarna nema, þú veist, þetta svona að neyða tilvik kannski... Já, bara ef það gerist, skilurðu. Já, ef það gerist. Ef ég myndi ætla að fæða barn, þá þurfti ég að fara á Akureyri, sko. Það eitt barnanna apparently sem fæddist þarna. Já, það fæddist 2020. Hann er örugglega smá legend, sko. Ég held að hann sé alveg low-key legend, sko. Og svo á löggustöðinni, þá starfar ein lögga þar. Fógetinn. Það bara ein lögga, búin að vera ein lögga bara í mörg ár. Og það er ein löggubíl og fun fact, sírenunnar á þessum löggubíl hafa aldrei verið notaðar. Sem kemur mér reyndar ekkert á óvart af því að það eru örugglega engin crime þarna. Og svo á búðinni er ein supermarket sem að fær bara, þú veist, supplies úr skipunum og þú veist, það er alveg limited, það er ekkert alltaf allt til. Ég maður getur ekki farið út í búð og kessið langklúku, sko. Mjög líklega ekki. Ég með einhver sé að búa til langklúku, er eitthvað bakar í það, þú veist það? Nei, það er bara ein búð. Og barinn alltaf. Þú veist að það er bara hægt að hella í sig, sko. En hérna... ekki að baka brauð og búa til sannlokur og, þú veist... Ætli fólk gerir það ekki bara heima? Fólk gerir heima, kannski. Bara definitely, sko. Ég held að fólk sé ekkert, eitthvað, þú veist, ekkert með bakari eða matabúð þarna, skilur. Nei, ég bara segja, vel einhver að baka brauð og einhver getur hent í einhverja samloku eða eitthvað. Ég meina, kannski er það gert. Kannski, þú veist, ég veit ekki. En ég sé ykkur eitt fun fact. Já. Handsápa og ólífólía kosta minna í búðinni þarna í Raskati alheims heldur en hérna á Blönduósi. Það náttúrulega kostar allstaðar minn en bara allstaðar á Íslandi. Ég satt ekki djóki. Sko. Handsápa og ólífólía kostar minna á fokkin einhverju út í fokkin Raskati. Ég bara trúi því. Ég bara, oh my fucking god, af því hún var að sína sko verðin á TikTok þessi gælanda og ég bara gæti minnin á Íslandi. Þú veist að grínast í mér. Það er allt minnin á Íslandi. Ísland held ég komið í dýrasta land. Það er crazy. Það var ein áhugaður að staðnætti mín í 17. júni þáttunum. 17. júni, það er komið 17. júni. Ísland, dýrasta land í heimi. Ekki lengur stórasta land í heimi. Dýrasta land í heimi. Ándjóks. En vinsalasti staðurinn á eyjunni er ótrúlegt en satt. Barinn Albatross. Heitir hann Albatross? Hann heitir Albatross. Og hérna, fólk sem drekkur svolítið mikið þarna. Og það kemur ekki óvart. Á þessum bar skal ég nú segja ykkur, það er barborð, það er stólar, 1 sjónvarp og 1 púlborð, and that's it. Og þarna er bara staður, þetta er bara staður þess að þarna kemur fólki saman, sko. Þarna er púl. Þarna fyrir fólk í púl. Það geta farið pílur eða neitt. Ekki nema fólk kaupir bara píluspjald á Amazon eða hvað, þú veist þetta ekki. Býði í 4 mánuði. Ándjóks, býði bara, oh my god, þú veist að koma í pílu heim til mín eftir 4 mánuði. En fólkið þarna notar mjög mikinn sjálfsturtabúskap, þú veist, obviously, skilurðu. Eins og, þú veist, og það er semast risastór kartöflugarður á eyjunni sem er stærri heldur en, þú veist, kartöflugeymslu. Sem er stærri heldur en, þú veist, bærinn sjálfur og þau rekta líka ógeðslega mikið að græmita því að þú veist, það er ekki hægt að fá ferskt græmitið með skipunum, þú veist. Já. Og þau eru líka með mjög mikið hænum og þau fara á veiða til að éta, þú veist, fara bara í sjóinu bara fokki veiða, skilur og þau eru með kusur fyrir mjólk og kjöt. Já, eins og segi, þau eru með allt til þess að búa til bara brauð og búa til samlokur og þú veist, þau eru með allt, þau eru með kartöflur og þau eru með græmiti og þau eru með kusur og þau eru með hænur og þú veist, en þau fá, þú veist, annað dæmi í búðina með supplies, þú veist, annars er þetta bara þurfa svolítið mikið að retta sér á það, skilur. Já. En já, íbúðina, því að þau voru að pæla bara hvað okkur bílfólkana, skilur. Íbúðarnir elska að búa þarna, af því það er svo friðsælt og hljótt. Þeir heyri ekki neitt nema náttúruhljóð og þeir sem búa þarna segjast hvergi annars staðar vilja vera. Já, ég get alveg trúa því, sko. Ég þú veist, ég get sett fuglasöng í AirPodsi mín og... It's not the same. Það er ekki það sama. Það er ekki það sama, sko. Það er fuglasöngur hérna fyrir utan hérna klukkan hjá okkur. Og það er svo næs. Ég finnst það er mjög rólegt hérna, sko. Já. Það er mjög kósí, sko. Reyndar sem, sko, þegar ég var úlingur þá hataði ég fuglasöng. Já, það var svo böggandi, skilur, en núna er ég bara eitthvað, þegar það er fuglasöngur, það er þetta búin að minnka svolítið því að við þurftum að taka svo mikið að trjám hérna. Svolítið mikið að döðum trjám. Ég meina því. Já, við þurfum að reyna að lokka það aftur. Lokka fuglana. Lokka það. Kannski það. En já, margir að íbúðinu segja þetta, þó þetta sé einangraðasti staður heimsins, þá eru þau sem manneskjur líklega minnst einangruð frá öðrum manneskjum, af því að þarna vinna, þú veist, allir saman, eyða mjög miklum tíma saman og þú veist, ef það kemur eitthvað upp á,
eða þarf þú veist að laga eitthvað hjá einhverjum eða eitthvað, þá eru bara allir mættir til hvers annars bara að laga saman. Já, einmitt. Það ákveðin sannleikur í því sko. Þannig ég að hugsa bara, kannski þau bara miklu meira lifandi heldur en við í stórborg, eða fólk í stórborgum sem hefur alltaf mikið að gera. 100% sko. Þú veist, þetta er fólk bara eitthvað living their life, allir eru svona samrýndir, skilurðu, þú veist, þau eru miklu meira að lifa, skilurðu. Já. Örugglega sko. Það er bara eitthvað, þetta er kannski bara draumur. This is the motherfucking dream, skilurðu. Aðalvinnan þarna og samheild. Þau eru með samheildin á hreinu, sko. Aðalvinnan þarna á eyjunni er humarveiði. Humar! Stór humar! Við erum ekki Nú ertu bara farin að, þú veist, tala um paradís, sko. Nei, ég ert að grínast það. Þetta er bara paradís, segja ég núna, sko. Já, ég var að flytja þangað það. Já. En aðalvinnan er þarna stór humarveiði og veiða á vatnakrabba eða svona crawfish. En það sem þau veiða Ég ekki smakað þannig. Ekki heldur. En það sem þau veiða þarna, það selst á mjög háu verði af því að þetta er algjör svona gæðavara. Af því að sjórinn þarna er svo, þú veist, lítið mengaður. Já, reyndar. Hann er svo lítið mengaður að, þú veist, þetta er bara ókslega, þú veist. Og svo eru bara aðra vinnur þarna, þú veist, eins og við skólan, þú veist, heilsugæsluna, halda upp í samfélaginu, skilur, þú veist, þetta er bara vinnunar þeirra. Bara samfélagsvinna eða humar og vatnakrabba veið, þú veist. Það er reyndar alveg kósí, sko. Þetta er the shit, sko. Humarinn er Örgulega bara delicious, sko. Já. Já, þessi Kelly á TikTok, mest af því sem hún og fjölskyldurinn borðar er humarsamlokur. Ég elska humarsamlokur. Ég hef bara Það var einhvern tímann fyrir sunnan þegar ég var ennþá eitthvað, þú veist, svona spila tónleikum og jamma eitthvað þar. Slay. Það var svona humarmagn þarna og ég gjörsamlega elskaði þessar samlokur. Þetta var bara best í heiminum. Svo hætti þetta annað. Tengi alveg bara ekkert, sko. Kannski þetta ennþá. Ég hef bara smakað humar held ég einu sinni. Ég hef bara aldrei smakað humar, sko. En ok. Við erum frá sveitabenn út í raskati. Við borum nautahakk. Nei, sko, for real, strákar. Ég held að við byggjum út í raskati. Eða mamma og pappi. Við búum út í raskati, sko. Út í raskati, en þú veist, ekki á með við þau á Tristan da Cunha. Þú veist, ég er svo heillu, strákar. Ég geti talað um þetta í allan dag. Ég er örugglega að fara að tala um þetta í allan dag, to be fair. Já. En þú veist, þetta er eitt af þessum, þetta er eitt af mínum svona obsession, sko. En já, þið voru að spyrja með hvað það kemur eldgos. Já. Hvað gerist í neyðartilvikum? Er þetta virt fjalla? Árið 1961. Árið 1961. Ekki ávirk. Þá var eldgos á eyjunni og þá þurfti að rýma eyjuna 1961. Sem betur fer, þá var skip í höfn. Ok. En þá voru allir íbúarnir, en já, side note samt, þar sem þeir búa eina flata staðnum á eyjunni. Það er mjög ólíklegt að fari, þú veist, hraunangað. Maður veit aldrei, en af því að þetta er svona ekki, þú veist, þetta er á svona pínu það myndi flæða framhjá, það myndi flæða á eitthvað annað, en þú veist, allavega allir íbúarnir voru bara rýmt eyjuna, nei fyrir ekki, eyjan var rýmt fyrir þáfallsíki. Það er samtalið aska og allt þetta, já, þú veist, þetta er bara eldfjall, skilurðu. En já, allir íbúarnir voru sendir með skipi í Cape Town í Afríku og þaðan voru þeir sendir til Bretlands af því þetta er náttúrulega, þú veist, breskt fólk, já. Íbúum eyjarinnar var boðið að búa áfram í Bretlandi, það boðið hús, þú veist, allir voru bara boðin íbúðir á hús, skilurðu, íbúðir á hús, hvernig gengur að tala hana, Kristín? Oh my god, en nánast allir íbúðarnir afþökkuðu. Og 18 mánuðin seinna þá snéru allir íbúðarnir tilbaka nema 5 konur. Þetta er svona eins og með Grindavík. Þetta er svipað eins og með Grindavík. Þú veist, það er ótrúlega mikið af fólki sem bara vill búa þarna. Þetta er bara heimilegra, þau vilja ekki fara, þú veist, þetta er bara heimilegra, skilurðu. Þetta er svona eins og, þú veist, ef að blöndustífla myndi, þú veist, bresta og bara fylla dalinn af vatni, þú veist, það myndi samt alltaf vera heim, am I right? Þú veist, Blöndudalur. Ekki dalurinn er ónýtur. Nei, þú veist, ég meina, þú veist, maður myndi alltaf konsidra það sem ég kom. Ok, þetta er ekki eins og eldfjall, en þú veist. Ok, það væri epic að sjá samt. Ef að blöndustífla myndi bara bresta. Blöndustífla myndi bara svona. Bara fylla dalinn af vatni. Maður fekk stundu sem í svona. Martraðir. Ég var stundu bara hrætt þetta, sko, þegar ég lítil. Martraði kannski, en svona, jú, maður sá þetta fyrir sig stundu þegar maður lítill. Já, sammála, ég sá þetta bara líka fyrir mér. Stundu svona kvíðin yfir því, eða hvað er rétt orðið? Já, kvíðin fyrir, þú veist, ég man bara eftir þegar við fórum ekkert að skoða blöndustíflu með mamma og pappa og ég var bara, oh my god, þetta er bara steinar. Þetta er bara einhverjir steinar, skilurðu. Hvað er steinan bara? Já, stífla. Já, þú veist, hvað er renna bara í burtu og þetta brestur og þetta kemur allir í dalinn og við drukknum öll bara inn í húsinu og öll dýrin og... Þeir eru nú það hátt uppi að þeir myndið ekki drukkna. Nei, ok, hvað erum við að tala um, strákar? Heyrðu, við erum farið þangað. En já, segðast allavega, þú veist,
eldgosið hafði mjög lítil áhrif á bæinn af því að bærin þú veist, byggður á þessum stað, skilurðu, það sem augljóslegast og það bara snéru allir tilbaka, nema 5 konur. Vá. En ok, talandi tourism, þessi Kelly á TikTok, hún sér tourisman hana. Talandi autism. Autism, ég að, það overworking right now. Ég obsessed, sko. Ok, það eru mjög fáir sem að heimsækja þessa eyju. Það eru mjög fáir túristar, af því þú veist, í fyrsta lagi það ógeðslega dýrt að ferðast þangað. Obviously, það ógeðslega dýrt að ferðast þangað. Og það engin hótel þarna. Þú veist, maður þarf að gista annarkvort hjá einhverju sem býr þarna, þekk einhver, gista hjá þeim, eða í svona litlum gestahúsum. Það svona nokkur pínlítil gestahús. Við erum með gestahús. Mjög fá, en þau þarna, eða þá bara gist í skipinu sem að fólki kom með, skilurðu. Já. En hins vegar það kemur tannlæknir þangað árlega. Vá. Það cool. Það mjög cool. Það tannlæknir sem kemur þarna árlega og bara tannar allt fólkið þarna. Þú veist, bara skoðar allt fólk. Tannar Allt fólkið. 200 okkar manneskjur. Ég bara, þú veist, bara það kemur árlega og Þannig bara... að helst törn, sko. Ég veit það, þú veist, tannlæknirinn kemur bara og þarna í einhvern tíma, skilurðu, í einhverju húsi, skilurðu, og bara vinnur á heilsugæslunni og það bara að tannlækna alla sem búa þarna. Þú veist, þetta bara svona árlegt check-up. Ég meina, þú veist, það þurfa alltaf að fara til tannlæknis. Við þekkjum það. Það þurfa alltaf að fara til tannlæknis, já. Og talandi netið, þú spurðið á hvort að vera með net. Ég ekki að fokki ykkur, þetta fólk í raskati alheimsins, þau eru með Starlink internet connection, sem mjög góð tenging. Við erum að tala að fólkið á þessari eyju með betra net en við. Gunnar. Hvernig það? Getur við verið með Starlink? Ég held að sé ekki yfir Íslandi. Skerfinhöttur eða eitthvað þannig. Það væri epic af því að þeir eru með sama gerfinhött og að nota þarna í Suður Afríku eða eitthvað. Ég samt ekki að djóka ykkur, ég býð spennt eftir ljósleðar að það tók langa tíma, 2 klukkutíma hlaða upp seinasta podcastætti. Ég skil reyndar ekki okkur, það ekki ljósleðar hérna hjá okkur. Það vantar ljósleðar hjá okkur, sko. Svo skrítið, sko. En að öllu eru leitið, það elska ég að búið hérna. Allir að flytja Blönduós, fara inn á dóms.is og finna ykkur fasteign Blönduósi. En já, þetta allt og sumt sem ég hef þennan stað. Allt og sumt? Ég veit meira þennan stað heldur en Blönduós. Ég var búin að jafna mér raskandi þetta, sko. Þetta bara geggjaður staður. Þetta mest einagraðasti íbúa staður jarðarinnar og mér finnst hann, sko, Kellan var með heimildavinnu, sko. Ég heyri það. Kellan var working overtime hérna með heimildavinnu, bara educated queen. En ég skrifaði mest þennan stað af því að ég var svo fascinated, þannig að þú veist, þið þurfi ekki að fá eins mikla ég ekki að fara að tala svona mikið Þetta mjög áhugavert þetta, sko, já. En þetta svona, ég varð að taka bara mest fascinated í staðinn að mínum mati fyrst. Já. Og þú ert að fara að tala North Central Island, sko. Þetta alltaf svona fyrir núna ertu búin að koma þessu inn í hausnum sem eitthvað svona paradíseyju, þú veist, endast að humri og þú veist, þetta er þú veist, ógeðslega næs samfélag, ekkert fólk ekki bara, þú veist, svona eins og afturgöngur, allir og með nefn í símanum sínu, skilur, þetta er bara samfélag. Já. Við lifum að community. Það er að með síman, sant? Jú. Ertu með Tuvalu á þessum listaðum? Nei, reyndar ekki. Ok. Ég að segja þér að það eru til svo margir einangraði staðir í jörðinni. Það líka svona einangraði, já. Ég að segja þér að, ég veit allt það ég samt að fara að segja ykkur það þetta verður ekki eini þátturinn einangraða stað á jörðinni af því að það var svo mikið sem ég langaði að taka en ég held bara að ég myndi vera að tala í 10 klukkutíma ef ég tek allt sem ég langar að tala En ég myndi segja að Tristan da Cunha væri draumastaðurinn The Introvert's Dream. Þetta bara The Introvert's Dream. Þú veist, ef ég væri ekki með MS og kvíða þá myndi ég fucking Da Cunha Matata. Myndi þið vilja búa þarna? Þú ert ekki fyndin, sko. En já, myndi þið vilja búa þarna eða? Nei, ég var sóld þegar þú sagði mig frá humrinu í ferska vatninu. Ari, þú getur ekki verið bara eitthvað að skroppa í bíó, skilur. Ég er ekki að fara að vera þarna, sko. Þú veist, við vælum yfir því að þurfa að keyra 1,5 tíma til að fara í bíó, skilur. Þau þurfa bara að fara að skreppa með skipi 3000 kilometra. Nokkra daga. En langar í bíó. Þú veist. Oh my god. Hálfa mánuð. Ég ætla að hætta að væla. Bara roundtrip, þú veist, hálfa mánuð, skilur. Ég bara andjóks ef það er skip í höfn. Já, þú veist. Ég er nú vanur í að, já, þú veist, bara skreppa út í búð og fara í bíó og ég ætla að hætta að væla yfir því að sé 1,5 klukkutíma ekki það ég færi mikið í bíó, sko. Ég get ekki skroppið út í bíó og fengið mér einn Red Bull og langklokku eða eitthvað, guð, sko. Þau reyndar eru með Red Bull á þessari eyju. Og Monster. Þau eru með bara svona basic groceries fyrir utan náttúrulega ávist og græmiti þau fá reyndar send til sín epli af því þau preserva svo vel Akkur veit ég þetta, strákar? The fuck Hvað varstu ekki búin að læra þetta? Skilur, er eitthvað sem þú veist ekki þetta núna? Hún veit nafnir og öllum manneskjum hann, sko. Ég veit eftirnafnin af öllum Það er hérna eftirnöfnin Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rodgers og Swain Það er alveg pressure, sko. En hérna, já hafið spurningar að vilji segja mér eitthvað
hvað ykkur finnst? Þú ert eiginlega bara búin að svara öllum spurningunum Já. Ég held það. Eru það að sopna eða var þetta áhugavert? Þetta var mjög áhugavert. Þetta er svona, hvað segir maður, þetta er svo landafræði tími. Er þetta landafræði? Ég var að reyna að hljóma ekki svo svona sögu landafræðikennari. Nei, þú ert svo skemmtilegur landafræðikennari, Já, skilurðu. já. Þetta var Ok, skemmtilegur takk. en landafræðikennari. Vá, hrós dagsins. En landafræði tímanir sko í grunnskóla. Já, við náttúrulega erum geggjuð í landafræði. Allir að horfa á TikTok og sem að lemja hvort annað í hausinu við þekkjum ekki fána. Þú þekktir ekki fána. Hætt að tala um mig. Áður en ég fyrir næsta einangraða stað á jörðinni, krakkar, þá ætlum ég að koma með smá svona nýs. Ég var alltaf svo heltekin af Eldjárnstöðum þegar ég var lítil. Hvað er það? Eldjárnsstaðir, innst inn í Blöndudal. Innst inn í Blöndudal. En ég held að áhugi minn á einangruðum stöðum hafi byrjað með því, skilur. Svona abandoned dæmi. Já, ok. Ég var bara svo heltekin, skilur, af þessum stað. Af því þú veist, þetta er bara svona, þetta er bær lengst inn í sko raskati í Blöndudal. Og það býr ekki annars, skilur, þetta er eyðibýli. Og ég spurði ekkert um pappa um hennan stað, um þetta hús, skilur. Og pappi sagði að það væri ekki hægt að búa þarna af því á veturna þá kæmis maður ekkert, skilur, af því að það var svo mikið snjór. Og ég var bara, yes, keep talking. Bara ég held áfram að tala, segð mig meira, Það skilur. var líka kennst ekki til læknis eða eitthvað að. Það er En hvað er maður bara, þú veist, í staðin fyrir að eiga bíl, þá getur maður bara átt snjósleða. Ég myndi bara gera það, þú veist. Hest. Þú veist, já, eða hest, já, en snjósliði, hann er að fara að komast allt, sko. Ég veit það, og ég er ekkert að djóka ykkur, ég er ennþá sko heltekin af Eldjárnstöðum, mér langar ennþá að búa þarna. Þetta er bara maður svona bara- hús lengst inn í dal, bara inn í raskati, þetta er introvert's dream. Ok. En þetta er náttúrulega svona eyðibýli, skilur, þannig þetta er örugglega haunted as fuck, skilur, þú veist, þetta er örugglega mjög haunted. En þetta er svona fascinating. Já. Ef við að flytja á Eldjárnstöðunar, Nei, akkur ekki? en þú veist, ég meina, Ég finnst hvað Jón að svara. Ég var sem er að spyrja, skilur, þetta er mjög fascinating. En ég held að af því að ég var svo fucking obsessed á þessum stað þegar ég lítil, þú veist, þarna kom mitt obsession á einangrum stöðum. Mér langar svo að sjá Obsession. Ég Hvað er það? er enda eftir að sjá hana. já, það er einhver ný mynd Það er sem einhver ný heitir Obsession. Jæja, strákar. Eru þið tilbúinir í næsta þátt eða er komið of mikið af upplýsingum í heilan ykkar? Það kom mikið upp sem ekki að heila um mér. Jú, ég er til í það. Ég er mjög spenntur að vita hvað meira. Ég er, já. Sorry. Pink Panthers moment. Ok, strákar mínir kæru, lokiðu augunum. Aftur. Já, Ok. er setting the scene, skilur Ég lókuð ekki. Ímyndaðu þér. Hættu svona, ég er að setja scene. Ég syns ég að miðlið eða eitthvað. Ímyndaðu þér á vaknar í íbúðinu þinni að morgni til. Þér er ótrúlega kalt. Þú stendur upp og kíkir út gluggann. Það eina sem þú sérð eru risafjöll, sjórinn og endalaust magn af snjó. Bæði í sköflum og fjúkandi. Hávaðinn í rokinu er óbærilegur. Þú kíkir á mælirinn og sérð að það eru mínus 24 gráður úti og vindurinn er í 50 metrum á sekundu. Þú veist að þú kemst ekkert út í dag, en það er allt í lagi því að blokkin þín er allur bærinn. Svo þú þarft hvað sem er ekkert að fara út. What? Hvar erum við stödd? Jú, við erum stödd í Whittier í Alaska, sem er betur þekkt sem bærinn undir einu þaki. Hvernig var það? What? Var þetta ekki geggjað? Hvernig fannst ykkur þetta mínus 24 gráður og 50 metrar á sekundu? Þetta er bara eins og, þetta er svona, ég sé þetta fyrir mér svona eins og bara svona Fallout shelter eða eitthvað, skilur við. Já. Þetta er svona Þarna þannig. týndur mér, sko. Það bara alveg týndur mér. Fallout er tölulegur. Er það eitthvað um hermenn? Þetta er svona, þú veist, Já. já, þú veist, Fallout shelter er í rauninni bara, þú veist, þegar þú ert komið með, þú veist, heimstyrjöld eða eitthvað. Já, ertu bara að tala um venjulegt Fallout shelter? Já. Ég ertu bara að tala um Fallout shelter leikin. Oh my god, Nei. ég týnd, sko. Ég er að tala um bara, Ætlið ykkur líður svona þegar ég er að tala. Bara svona sónið út og bara hvað ég fokkar og nerum að tala um. Shit, maður. sko, þú veist, þetta er bara, þú veist, það sem þú býrð basically eftir einhver svona event þar sem þú getur ekki farið út, skilur við. Það myndi koma Lost Eight, Ok. allt og stór Lost Eight og yfirleikja þú veist alltaf í rauninni. Nuclear holocaust eða eitthvað, skilur við. Heyrðu, ég veit hver gerði þarna sprengjuna, nuclear bombið. Hvaða nuclear bomb? Já, bara Oppenheimer.
við vorum að tala Já, um þetta tala bara fyrstu. Bara njú, já. Það sést ykkur 50 metrar á sekúndu ekkert crazy eða? Það er crazy Já, í 24 stig, mínus 24, það er viðbjóðslegt. Var þetta þetta alveg, ekki- sko, Já, þetta er crazy, sko. fíla dæmi, sko. Það er bara, var þetta ekki cinematic eða? Jú. Kjallan, sko. Já, næsti staðurinn okkar, strákar, frá Suður Atlantshafinu yfir í kuldan í Alaska. Bærinn Whittier í Alaska er mjög einangraður staður, falinn á milli kaldra fjalla í Alaska. Kaldra kóla. Kaldra fjalla. Þangað er ekki hægt að komast nema með skipi eða í gegnum 4 kílómetra lestargöng, en það er hægt að keyra bíl í gegnum þessi lestargöng, en samt bara á ákveðnum tímum. Og göngin eru hins vegar mjög oft lokuð, sérstaklega veturna, því að það er bara ógislega veðurskilir þarna, það er bara ömulegt veður, mjög mikið að snjó og roki og þú veist, það er bara mjög, Fokkin Alaska. þannig fólk er eiginlega bara að fara ánga með skipum, skilur. Ok. Þessi bær, strákar mínir, hann er mjög sérstakur, ekki bara það fyrir Og segja vel bara ein blokk. já, ekki bara fyrir það að vera út í raskandi, mjög remote staður, heldur líka vegna þess að 95% af íbúðum bæjarins búa í sömu blokkinni. Já, ok. Og svo blokk er ekki bara blokk, heldur byggingin líka allt annað í bænum. Þetta er Matur, bara- verslun og allt bara svona. allt. Já, Þú veist, þetta er bara the town under one roof. Byggingin er kölluð The Hodge Building og í henni eru 150 íbúðir. Mér finnst samt ekki það mikið af íbúðum. 150? Já, er það mikið af íbúðum? Það er slatti, sko. Er það alveg slatti? Ég meina það er slatti með að við það að þessu undir einu þaki, sko. Já. Ok, reyndar. Þetta er huge building, sko, bygging. En í byggingunni er líka, þú veist, supermarket, svona búð, skilur við? Supermarket. Superhero market. Það er hraðbanki, það er pósthús, löggustöð, kirkja og skóli. Þannig já, bærin er póstarlega bara ein bygging, skilur við. Kirkja, Shit, það er weird. pældi að vera bara eitthvað hinni hjá þér og bara hei, langar að fara niður í kirkjuna og fara að biðja, skilur við, þú veist, bara Ég sá þig ekki niður í andinunni í morgun, sonur sætt. pælið í the drama, pælið að sé örugglega fucking, sko, að þegar maður er smábæ þá er alltaf smá svona, þú veist, drama og alls konar, skilur við, hvernig alltaf að sé þarna? Þólaði ekki. Ertu búin að heyra það sem að Sigga á 14. hæð var að gera? Guð, sko. Já, hún er í íbúð 45G, nei, tjók, Já, en já. hérna Ég heyrði þeim fyrir ofan mig. ég heyrði þeim fyrir ofan, bara God knows hvað þau voru að gera. Þetta er martröð. Þetta er literal Konan hans martröð. var ekki heima. Nei, En það var einhver þarna hjá það var hann. ég heyrði það. En í þessum bæ, eða þessum byggingum, það búa það bil 250 til 300 manns. Og stóran hluta ársins þá fara íbúar ekkert út fyrir bygginguna vegna veðursins. Pældi, það er bara mikið af þessu fólki, bara stóran partur árinu er bara inn í þessari einu byggingu. Það er svo vont veður þarna. Þú veist, þau eru bara inn í íbúðinni, fara niður í búðina, í skólan, þau fara undir svona göng í skólan, þú veist, og þetta er allt bara í sama staðnum, þannig að þú pældi því að fara bara ekki úr hús, þetta er bara draumur. Ég er náttúrulega að sjá. Pældi í þessum. Hlutfallega World of Warcraft playum er okkur crazy þannig, sko. Alveg 100%. Ángríns. Pældi hvað þetta er mikil draumur, það er aldrei að fara út. Já, já. Bara eitthvað. Það er ekki draumur. Það er draumur, en það reyndar ekki draumur, af því að það er mjög mikið að nágrunum bara. Það er dauða bylur snjósins innan fyrir utan Oh, og fucking nice. Þetta er ógeðslegt. I love it. Ég hata Veit ekki hvort sem martröð eða draumur. Þetta er sko eiginlega martröð af því það eru fleiri í húsinu en ég. Stingur hendin út og þetta er eins og hérna Snowpiercer þáttan, það bara hún bara Þú týndi mér. hverfur að þér eftir smá, sko. Slay, geða cool. Pælið samt í þessu, strákar, að vera bara eitthvað alveg isolated frá heiminum. Bara alltaf inn í einni fokkin blokk. Bara isolated, bara einhvers staðar út í Alaska. Það er alltaf svo fokkin drullin næs. Nei. Það er alltaf svo geðveikt. Það getur Nei. ekki farin Þú veist, ég væri alveg til í að búa í þessum bæ, bara ekki í blokkinni. Af því þá var ég með nágranna. Ég var ein í húsi í þessum bæ. Oh my god, þetta er heaven. Heaven on earth. Alls Oh ekki. God. Bara into a stream. Bara alls Bara ekki. frábært. Það var sign me up. Takk, nei takk. Sign me the absolute up. Ok, bara, það er aldrei neinn ókunnur, skilurðu. Nei, ég er að segja. Nei, ég er bara að En segja. hvað ef, þú veist, Þú veist, ok. það þekkast allar hana. En ef þú lendir í ykkur bífi við eitthvað, þá ertu bara föst þarna, skilur við. Undir Já. sama húsi og ykkur. Já, þess vegna væri gott að vera í svona sérhúsi í þessum bæ. Og allir nágrannar væri bara eitthvað fólk sem að þú þekkir ekki, skilur. Nei, sem þú Þú þekkir. sagði 95% íbúðum búa í þessari blokk. Já, en þú veist. Er einhver önnur hústáð? Það er eiginlega bara svona worker buildings af því það er mjög mikið svona sjávar iðnaði Já, hvað er 5%? Örglega í þessum sjávar iðnaðar byggingum þannig Já, við ok. ströndina Ég er bara að af því spyrja. að það er, þú veist, þetta er bara, já ég held það, ég er ekki kennari þannig ég veit ekki Já, þú hljóma sem þessi kennari. ég held samt að þetta sé alveg lókina, ég held að þetta sé alveg convenient, skilur
Já. Að þú veist, ef maður pælir í þessu, bara, oh my god, hvernig okkur vantar mjólk, ok, ég skreppi niður, ekkert mál. Já, reyndar, Fer bara í ekki að lyftuna. fara í skó eða neitt. Nei, bara ekki eins og þú bara... Já, en maður Fara í búðinu maður er bara á 3 mínútur sokkunum og- maður er 3 mínútur að keyra í búðinu hennar, sko. Já, en þú þarft að fara út úr húsinu. Og þetta fara út úr Og í skó. húsinu, fara í skó, Kveikja á bílnum. greiðaður hárið eða það er alveg svona Já, alveg en mjög... hérna, ef maður lappar út, maður deyr ekki úr frosti, þú veist. Já. En það reyndar eitt annað, náttúrulega sko, ef maður býr þarna, þá getur maður mögulega hitt fólk á leiðinni í búðina. Bruh. Á göngunum. Lappar- Já, á göngunum og kannski er einhver í lyftunni. En þú veist, Lyftigöngunum. það er samt alveg convenient. Óveitturinn í lyftigöngunum. Ég meina, þú veist, ef að frænka í býrana, þá þú veist, þarfst ekki að fara neitt langt, þú fer bara í lyftuna. Þú veist, þetta er alveg mjög convenient. Já. Ég held að. Þetta er svona eins og þegar maður var á vistinni, bara Já, heimsótt til vina sinna. og geggja að vera á vistinni. Já. Þetta er svona whole new meaning að small town, skilurðu. Stæðan fyrir að vera svona þétt byggður small town eins og blöð, skilurðu, þá er þetta bara allir í sömu byggingunni. Þetta er small building. Þetta er small building town. Þetta er svona fucking cool building, sko. Þetta er töff bygging. Þú sínum myndaði. Já. Ég skal setja fullt af myndum á Instagram. Já. Alveg bara allt áhugavald. Nei, tjók, hann var ekki áskra. En já, þessi bær, hann átti ekki að vera eitthvað svona cozy small town til að byrja með. Og samkvæmt mínum heimildum, sem að gætu verið bara mjög óáreiðanlega, sko, að því ég er ekki faglærinni glöggþekkin kona. Ekki það. Það er glöggþekkin kona. Nei. En ok, með mína heimildir, þá skildi ég það þannig að þessi staður var byggður í seinni heimsstyrjöldinni fyrir hermenn til að fela sig inn á milli fjallana og til að fela byrðir og vopn og fleira. En svo þegar þú veist, hermenninni Makes fóru sense. Hvað voru þeir að gera þannig? að fela sig og fela byrðir og vopn. Þú Já, veist, ok. þetta var staður sem að þeir settust að, skiluru. En svo þegar hermenninni fóru, þá vildi fólki sem var eftir gera staðinn, þú veist, að functional bæ, skiluru. Já. Þannig að bærin var byggður, þú veist, bærin var upprunalega byggður til að vera falinn, þú veist. Já, Þetta átti að vera hidden Þetta town. er- Þess vegna er þetta, þú veist, Hidden Valley. já, þess vegna er þetta, þú veist, út í raskati. Þetta er bara inn í einhverju firði þarna á Alaska. Þú veist, það er ekkert í kring nema fjöll og sjór. Já. Ekkert. Það var eins og Eskifjörður eða eitthvað. Bara eins og shit. En þú veist, og þetta er svona the hidden town, skilur. Og þú veist, en náttúrulega þegar hermenninni fóru þá vildu fólk að þetta væri functional bælu. Þannig að, þú veist, functional bær. Og núna er hann bara mjög functional, skilur. Það er Já. mjög kalt þarna. En það er alltaf lægi, það er alltaf inn í sömu byggingunni, skilur. Áhugavert. Finnst þetta ekki áhugavert? Já. Mér líka, mér finnst það alveg hryllilega áhugavert. Þetta er mjög áhugavert. Mér finnst það vandræðilega áhugavert, sko. En ég verð alveg, þú veist, ef ég byggja hana, þú veist, þetta er allt sem ég er með um þennan stað, sko. Já. Ég held að ég var alveg sett fyrir live í byggja þarna, sko. Ég var alveg til að koma, ég var í geðið til að koma Já, ég og væri til sjá að koma, þetta, sko. Það er gæla á TikTok sem að býr. Það er eitthvað gæla Það er gæla á TikTok. Alltaf einhver ein gæla á TikTok. Það er ein gæla á TikTok sem að býr þarna. Hún er að gera eitthvað þarna. Hún býr þarna í nýbúð og hún er á TikTok. Og mér finnst mjög merkilegt að sjá þetta. Það fer bara niður í búðina, svo kirkja þarna hliðin á, einhver löggustöð, Það er svo skólinn. weird. Þú veist, það er allt í einni fokkin byggingu og svo fyrir utan þá bara blindbylur og bara Eins og ógeðslega sé, kalt. ég held mig fjarri svona ógeðslega köldum stöðum, Bara sko. sign me up. Bara í raminni fyrr og ertu bara í ruggli, Það var sko. fucking nice. Ó, Þetta já, grínast. reyndar. Bara, þú ert döður. Eða ef hitunin fer. Bara, þú veist, já, í raminni fyrr, hiti fyrr. Já. Ó, það er geggjað. Að deyja í blindbíl? Ég var alveg til að deyja frekar í blindbíl heldur en að drukna, skilur du? Nei, hvað er þetta að segja? Nei, ég fer ekkert að drukna. Það er ekkert gaman. Weird ass staður. Já. Þetta er weird staður, en hann er fucking cool. Byggingin er Ég alveg vona að þetta fantastic. sé svona eins og ég er að sjá þetta fyrir mér í haustum á mér. Ég vona það. Þú að sjá svona byggingu og Já, hvítfjöll á milli og eitthvað. já, þetta er svona. En ég hugsa að þetta sé samt örugglega Ég skal sýna öðruvísi, þetta. sko. Og það er bara blokk þarna og svo er bara fullt af svona iðnaðarhúsnæðum. Af því það er Hún svo er mikil... ekki colorful samt. Já, er þetta málað? Af því að litin sjást betur þegar það er blindbylur. Ef þetta væri bara hvít bygging þá myndi ekki vita hvað er rætt heima. já, Þetta lúkka ekki að nice. I know, right? Sæn mjög, skilur. Alaska er scary place samt, sko. Já, Alaska er scary place. En svo er, sko, það er þessi bygging og svo er, ef við horfum á þetta hinum megin frá, þá sérðu, skilur, hérna er byggingin og svo er bara fullt af iðnaðarhúsnæðum. Af því það er svo mikil fiskivinnsla. já. Þú veist, þetta lítur út svolítið lítur út íslenskt. fyrir að vera Já, bara þetta á er Íslandi. mjög, En þetta er náttúrulega tekið í góðu veðri, skilur. Já. Það er alltaf ömulegt veður hana. Tekið í góðu verði, já, þá var þetta ekki tekið í Hauslandi. Lari minn. Nei, Guð. Eru þið tilbúin í næsta stað? Já. Lokið augunum. Oh my god. Og þú sem ert að hlusta, loka þú líka augunum. Já.
árið ekki þjótt að keyra eitthvað. Þú veist ekki fara að loka augunum eftir að keyra. Árið 2006. Bam, bam. Þá voru 2 veiðimenn sem sigldu að eyju sem þeir áttu greinilega ekki að sigla nálægt. Þeir sáust aldrei aftur nema á bambusstiklum. Hæ? Jep. Ég skil ekki. Sagan þeirra frægt dæmi það þegar einangraður ættbálkur mætti manneskjum utan ættbálksins. The North Center Island. Enda áttu þeir ekkert að vera faraðangað þar sem það bannað með lögum. Þannig þessi veiðimenn, þessi 2 hérna, 2006, þetta fræg saga, þeir sáust aldrei aftur nema fremst á eyjunu á bambusstiklum. Og bara, þú veist, bara döður, steindur. Velkomin á North Sentinel Island. Reyndar ekki velkomin. Eða bara alls ekki velkomin. Allt nema velkomin. Ég hægt að vita eitthvað ertu með eitthvað fast North Sentinel Island? Ég skal sko segja það ýmislegt. Guðs í lofa, sért ekki með, þú veist, Epstein-eyjuna eða eitthvað? Nei, ég ekki með það. Ég ekki að taka það. Oj. North Sentinel Island, staðari sem ég ætla á þegar kemur zombie apocalypse. Einmitt, gangið vel. Ari spurði hvað ég myndi gera í zombie apocalypse. Ég bara, ég færi North Sentinel Island. Hann færi bara í blöndurkinn, skilur, og ég get ekki sjálf mér, sko. Reyndar, blöndurvirkinn var cool. Það the place, sko. Já, það staðurinn, bara fara niður 27 hæðir. North Sentinel Island lítil eyja sem hluti af Nicobar-eyjum í Indlandshafi. Bam, bam, bam. Eyjan mjög lítil, minni heldur en Tristan da Cunha, þessi sem vorum að tala áðan. Hún reyndar ekki, já, hún gett lítil. Okay. Hún semast 59 km2, það ekki ferkilometrar. Og þvermálið ekki nema 7,8 kilometrar. Wow! Það var sko 12 á Tristan da Cunha. Á eyjunni, þar býr ættbálkur sem bara kallaður, þú veist, the Sentinelese people. Já. Og það bannað með lögum að fara innan við 9 km radíus frá eyjunni. Okay. Bæði til að venda sko þau, ættfólkin og alla aðra sem ætla að reyna að koma á það, því þú veist þú veist, ef þú kemur nálægt þá eru þau bara að fara að drepa þig, skilur þú ert ekki velkomin. En þau, þú veist, og þennan genn þá eru þau líka algjörlega óvarinn, skilur eins og sjúkdóm, skilur af því þau eru alveg þau eru frumbyggja bara. Já, þú veist, þau eru bara eina báti, skilur, þetta alveg bara, þau eru bara for their own, eða myndi koma COVID áka þá myndi bara örugglega ekkert vera meira þennan ættbálk. Þau eru náttúrulega ekki einu sinni sko varin fyrir, þú veist, einhverju svona sem við erum bólusett fyrir, sko. Nei, þú veist, þau bara ekki varin fyrir neinu. Bara sjúkdómum eða engu í nútíma samfélagi, skilju. Þau eru bara, þú veist, þau eru ekki varin neinu í nútíma. Nei, ekki fara hlaupabólu, sko. Nei, þú veist, basically þá er þessi ættbálkur, þau eru bara completely on their own og bara í 0 samskiptum heiminn. Þetta er bara svona, mér svo skrítið að hugsa þetta, þú veist. Já, það er svona klikkað að pæla í því, sko. Því mannkynið þú veist, ég veit ekki, við erum einhvern veginn öll svona nútíma og svo þau bara eitthvað svona lifa eins og árið 1400 eða eitthvað, skilur. Já, fyrir, sko. Eða fyrir það, bara, þú veist, og... Nei, þau lifa bara, þau lifa ekki eins og hvernig lifuðu á bronsöldinni, sko. Já, ég meina, þú veist, þetta er svo skrítið, því þú veist, þau eru bara alveg on their own. Sem fyrir 3000 ánum eða eitthvað, sko. Það er svo weird. Mér finnst svo fascinating að hugsa þetta, því þú veist, þetta fólk bara eitthvað, þau eru bara þarna og bara hitt aldrei, fara aldrei, þau vitur ekkert heiminn, þú veist, þau vitur ekki neitt the continents, þú veist, þau vit ekki hvernig fólk lítur út og, þú veist, ég veit ekki, þetta er ógeðslega skrítið maður. Það er mjög skrítið. Ætli það hafi aldrei neitt strókið þaðan af ættbálknum. Ég veit það ekki, sko. Þessi eyja út á hafi, held ég. Þú veist, þetta er hana hjá, þetta er bara Nicobar eyja hana hjá í Indlandshafinu. En já, þessi staður, hann er svo merkilegur af því að hann er svo fucking mysterious. Þú veist, við vitum svo lítið þau í rauninni, skilur við höfum bara takmarkaðar upplýsingar. Við höfum í rauninni meiri upplýsingar hennar stað frá gervihnattamyndum heldur en einhverju öðru. Okay. Þú veist, já, þú mátt ekki fara nálægt til að taka myndir eða neitt. Nei, þú veist, þú mátt ekki fara inn fyrir 9 km radíus og þú veist, já. Annars er maður bara étin. Ég veist, ef fólk reynir að... Kannski, ég veit ekki. Örugglega. Þetta er bara eins og í annan Pirates of the Caribbean 2 þegar fara að hitta frumbyggjana. Já. Ætli það sé ekki byggt á... Snipp. Það gæti verið, sko. Já, það er byggt á þessu... Já, þú veist, örugglega. Þú veist, ef fólk reynir að fara á hanga og forvinnast þau, þú veist, þá er það bara, þú veist, vík burt, skilur, hérna eru ör í hausinn. Þú veist, þau bara drepa fólk, þú veist, náttúrulega, of course. Þetta eru bara... Outsiders. Þetta eru outsiders, skilur. Þau eru bara góðið að setja mörg. Já. Maður getur kannski lært eitthvað af þessu fólki bara. Ég hefast það. Nei, bara þessi setja mörg, skilur. Bara ekki komin álega með það var ör í hausinn, heldið. Já. En það er álíktað á eyjunni
búi í kringu 50 til 150 manns, við náttúrulega vitum það ekki nákvæmlega en það er svona ályktunin að þetta er náttúrulega lítill staður og þau tala eitthvað tungumál sem við vitum ekkert hvernig hljómar, við vitum ekkert þú veist, hvernig þeirra daglega líf er, þau eru bara sína rútínu skilur við ávexti og eitthvað Já, meina, þau eru ekkert í hérna, svona tax paying skiluru og einhverju 9-5 vinnum skiluru, þau eru bara með sína rútínur og sitt daglega líf skiluru sem við vitum ekkert hvernig virkar og annað en að Tristan da Cunha þarna kemur ekkert skip með supplies Nei. Þau þurfa bara að veiða það er ekkert svoleiðis þau veitir ekki einu sinni að matur er í umbúðum á jörðinni, þau hafa ekki hugmynd Nei en þarna þurfa þau bara að veiða sér allt skilur og bara allt sem þau borða og þau eru bara alveg on their own Þetta er bara hundigaður Já, þetta er bara þannig Já, mjög mikið Ekki neina byrðir Það er alveg klikka að pæli í að sé bara þannig dæmi, bara engin tilbúin matur, þetta er bara alveg on their own engin póstur, ekki dísel til að búa til raman, ekki draman skilur þau eru bara eitthvað alltaf þarna á pínlítilli eyju og ég er svo forvitin hvernig þau lifa ég er svo forvitin, mér langar að vita mér langar svo fucking vita mér langar að vita hvað þau gera og hvernig þau lifa það er sem ég ætti að vita hvernig þau lifa því að það eru ættbálkar í Amazon og allt svona öðrum stöðum sem þrælar hafa alveg átt kynni við sko mér finnst þau bara svo mysterious það eru documentaries sem þrælar eru bara búin að búa með þessum frumbyggjum í nokkrar vikur eða eitthvað og læra þeim og gera stöf með þeim sko Mér langar að horfa á það dokumentari, getur þú horft á það eftir það? Það er örugglega bara á National Geographic það ég veit það ekki Ég lóðbeint þangað Mér finnst það bara svo merkilegt að því að þetta er svo mysterious og maður veit svo lítið það þá langar mér að því að við erum með rafmagn og alls konar tækni ætli þau séu búin að finna eitthvað upp sem við vitum ekki af Þú veist, þau eru ekkert Nei, að ég hugsa bara að því þau eru on their own Kannski er þeim eitthvað vitneskju sólina eitthvað svona eitthvað geimlegt eða jörðanlegt sem við veitum ekki kannski eitthvað svona andlegt eða eitthvað svona sem þau eru ekkert að horfa á dokumentari svo Netflix skilur þau eru bara að gera eitthvað allt annað Já, okay, ég meina, kannski eru þau meira in touch með náttúrulega klukku í líkamannum einhvers konar svona senses kannski eru þau meiri þau lifa alltaf bara náttúrulega mjög náttúrulega ég meina þessi ættbálkur eru búin að vera hann í mörg þúsund ár kannski er eitthvað sem að þau vita eða kunna sem að við vitum og kunnum ekki þú veist það, mér langar svo að vita ég meina, ég kann ekki að veiða grís með spjóti Nei, ég kann það heldur að séu grísar þarna heldur að séu grísar þarna ég meina, við hljóta að fá eitthvað prótein einhvers staðar ég meina, þau eru að veiða, skilja bara fisk ég er ekki veist að séu wild almonds eða svona vilt dýra ég veit ekki hvort það séu kannski með eitthvað svona ég veit ekki early tegunda einhverju farm með eitthvað ég veit ekki kannski reyða þeir sig bara á mannakjöt sko ég vildi óska að við gætum vita meir þau því að mér finnst þau svo forvinnileg en sennilega er fiskur svona það sem er já, ætli það sé ekki bara svona fiskur og bér og ávistir og eitthvað já, ávistir er allt sem þau geta til þú veist, þetta er svo sjálfbjarga fólk ég get ekki búið þetta bara til að bjarga lífið mínu þú veist, ég geti ekki neitt en já, til að halda áfram með frásögnuna þau eru mjög protective og þau skjóta í átt að öllum skipum og þyrlum sem að reyna að koma nálægt eyjunni og þrátt fyrir nokkra tilraunir fólks til að forvinnast þau þá komumst við aldrei að miklu þau þar sem þau drepa bara allir sem koma nálægt það er alltaf fucked up en mér finnst það samt líka bara svona pínu skilabóð hætti að fokkið þeim skilur ekki reyna, hætti að fokkið þeim þau vilja augljóslega ekki að fokkið en just leave them alone veist, eins og gæinn sem fór þarna 2018 hann hét Josh, hann ætlaði að fara á eyjuna til þess að kynna þau fyrir Jesú Krist og kristinni trú ok oh god hann ekki heyrt ég veit ekki hvernig mér fannst þetta fyndið það var gæi sem að fekk hvernig var þetta, hann fekk eitthvað fólk til þess að fara með sig á bátana var ekki með neitt protective gear ekki neitt, hann var bara með biblíuna ætlaði að kynna Jesú verndar hann já, hann ætlaði að fara með hann að kynna þau fyrir kristinni trú en hann var drepinn ára hann gat reynt það og þetta er mjög frægt hann var líka youtuber og ætlaði að taka sig upp að vera að þú veist, hann ætlaði að vera fyrsti maðurinn til þess að kynna okkur hinum fyrir lífinu á North Sentinel Island og kynnaði fyrir kristin trú og hann var byrjar að taka upp og það er til eitthvað smá footage af þú veist, af fólkinu á ströndinni með spjótin ég hef séð á þur já, en það er bara mjög lítið footage sko en hann var sér strepinn á hann gæti eitthvað reynt að láta þau verða kristin reyndar alveg skrítið okkur þau eru svona fljót að leita ofbeldi af því að flestir af þeirra ættbálkar eins og í Amazon og þessu
þeir eru mjög forviti bara sko og þeir sem fara að hitta þá á æppalka og þeir búa með kannski nokkra daga eitthvað, þeir bara, þau eru chill með það sko. Já, það var reyndar í eitt skipti það sem að fólk kom þarna mjög nálægt og skildi eftir fullt af kókosnetum og þau náðu bara í kókosnetunar út í hafið og drápu ekki fólkið. Okay. En það er eina sem ég veit af það sem að fólk hefur komist lífs af að hafa farið nálægt eiguna. En þú veist, ég hugsa þau eru örugglega var það að það sé fólk þannig úti sem er öðru sem þau og eru með eitthvað svona get advanced tækni og eitthvað svona það getur vel verið að þau hugsi okkur bara svona eins og við séum bara geimverur. Það gæti vel verið. Kannski eru þau bara eitthvað, þú veist, þetta er hætta, stór hætta. Við erum bara eitthvað bara hættulegar verur. Já, skilur. Bara danger species. Af því að við erum, vel verið, sko. Þú veist, við erum það. On jokes. Já, en við náttúrulega, þú veist, sjá samt manneskur alveg, þú veist, Já. Þetta er mjög skrítið, sko. Já, þú veist. En ég meina á einhverjum tímapunkti þá hérna voru hvítir menn sem tóku þræla sem voru Já. Þú veist, sem voru öðruvísu litir en þeir. Já, þau héldu því fram að þetta væri fólk sem væri ekki hægt að kenna neitt eða þú veist, eða þetta væri bara fólk sem þetta meina að því að heimst, því að voru öðruvísu litir. Já. Þannig að þú veist, þannig að ef þau, þú veist, ættbálkur sem hefur aldrei verið kynni við mannkynið í rauninni, sér allt þetta sem, þú veist, af því að þau hljóta að vera, af því að ef þau eru að drepa fólk, þau eru að fylgjast með, skilur við. Þau eru mjög varum sig, sko. Já, þannig að þau vita alveg hvað er í gangi, þú veist, þannig séð kring, þau vita að það er eitthvað dangerous. Já, þetta er auðvitað bara svo við og, þú veist, ég veit ekki, Birnir eða eitthvað. Kannski hefur á einhverjum tímapunkti komið þetta fólk og ráðist á þau. Það getur vel verið. Við vitum það ekki. Kannski er það bara inn í þeirra bara menningu að þú veist, það gerðist einhvern tímann og það þarf að drepa alla sem koma nálægt, skilur við. Vá, það getur vel verið, sko. Góð kenning. Já, en þú veist, ég er líka pínu bara, ok, núna er pínu komið á hreint að við eigum bara að láta þetta fólk í friði. Þau vilja bara vera úti fyrir sig. Fólk vil svona mikið vera þannig. Já, af hverju eru það að reyna að komast þangað? En já, ég er ekki með mikið meira hennar stað. Veist, það er náttúrulega kannski ekki hægt að segja sko, já, ég meina þú veist en það er rauninni kannski ekki hægt að segja eitthvað mikið meira hennar stað svona fræðilega því að þú veist, hérna við vitum svo lítið hann, þetta er svo mysterious, þetta er svo óþekkt fyrir okkur. Ég bara var að minnast á þetta eftir þáttunum daginn var að minnast á Ok, strákar, þetta voru svona 3 áhugaverðustu staðirnir að mínum mati. Svo ég náttúrulega skrifaði mest þá, skilurðu aðalega fyrsta, en mér langar samt að tala lauslega nokkra svona honorable mention. Tuvalu Ég tek ekki Tuvalu núna. Tek ekki núna. Okay. En ég ætla að tala svona lauslega, svona nokkra einangra staði, svona honorable mentions, skilur við. Færir. Nei, ég reyndar ekki. Fyrsti honorable mention staðurinn minn, sem ég með hérna á blaði. Já. Ég var actually til að búa þarna. Ok. Ertu preppaður? Þetta er senast Longyearbyen á Svalbarða. Longyearbyen sem er þorpið á Svalbarða. Longyearbyen. Það er einn TikTok-gila þar. Ég er að segja Cecilia. Cecilia. Ég hef ekki séð hana. Hún er iconic, hún gerir svo gott content. Hún gerir þetta mjög gott content. Hún er bara með HD upptöku, bara með dróna, þú veist, hún er ógeðslega góð. Hún er búin að áhuga valda mig svo mikið á Svalbarða. Svalbarða? Ég er ekki djókið, sko. Mér langar að búa þarna. Hvað segir hún alltaf? My name is Cecilia, I live in an island close to the North Pole. Þetta er allt og kallt, sko. Svalbarði er iconic. Þetta er senast, hérna Noregur á þetta og þetta er á milli Noregs og Norðurpólsins og bara, þetta er æðislegt. Þetta er svo cool, hún er búin að áhuga valda mig svo mikið. Mér finnst Svalbarði að vera iconic. Þetta er svona, þetta er draumastæðurinn minn. Já. Ég verð að fara Svalbarði. Þetta er draumastæðurinn minn. Tala mjög mikið um stað. Hver er ástæðan? Ok, first of all, ískalt þarna. Það er kalt og ekki dýpist. Elska það. Love it. Second of all, ógeðslega einangrað. Ógeðslega lítið af fólki. I love it. Third of all, við verðum ekki of heitt. Fourth of all, það er erfitt að ná í mig. Já, bara kósi skilur. Svalbarði er the shit skilur. Þetta er draumastæðinu, sko. Skrýtna ástæði, sko. Nei, þetta er ískalt. Það er dimmt á veturna, bjart á sumrin, alveg eins og hérna.
bara cirka 2000 manns. Þú vilt vera inni og vilt ekki sjá almenning og... Nei. Þau eru prófað World of Warcraft eða? Nei. Ok. Prófaði greinilega. Ég bara að spyrja. En þú veist, þarna búa bara svona... Þarna... Gæti henda þér, ég er bara... Fuck off. Lóðum mér að byrja aftur. Það er ískalt, dimmt á veturna, bjart á sumrin, alveg svo hérna. Bara cirka 2500 mann sem búa í Longyearbyen. Þetta er mjög langt í burtu, mjög... Hvernig skrifar þetta? Longyearbyen. Longyearbyen. Þetta er mjög langt í burtu og mjög isolated. Bara svona rólegt, cozy líf. Svo er fyrir utan það að það er mjög líklegt að sjá ísbirna þarna. Þannig að fólk er vopnað, sko. Þau eru með rifla og þau eru líka með þarna, þau eru alltaf með einhverja svona hunda sem... Þau eru með svona hunda sem... Þau eru með malamjúts og huskies og alltaf svona... Sem vara við. En ef þú ert á vappi fyrir utan bæinn þá þarf það að vera vopnaður. Því það er bara mjög líklegt að þú lendir í ísbirni. En það er hins vegar ólíklegt að vera vopnaður, þú veist, inn í bænum Longyearbyen. Talandi ísbirni, einhver tíman hérna, það hlýtur að vera, við búum í Húnabyggð. Það kom oft ísbirni, sko. Það er, þú veist, þetta svæði hlýtur að heita eftir því að það hafa verið hérna. Það gerir það. Er ekki stutt síðan að var ísbjörn upp á Þurrafelli? Það? Þegar, hérna, ég man eftir það var einhvern veginn. Þetta hét hún á Sísla. Þetta er skýrt eftir að ísbirni kom alltaf enga, sko. Já. Það er actually ástæðan, sko. Það er alltaf séns, skilur að við séum hérna bara eitthvað að labba út hei og ef það er til dæmis svona klaki fyrir utan eins og gerist já, kom ísjaki daginn. Við þekkjum mannesku sem hafa verið fyrst til þess að spotta ísbirni, sko. Nei, var það ekki þegar kom hérna ísbjörn á Þverafjall, þá var bara kona sem að býr þarna á Þverafjalli, það eru nokkur hús þar, sem að sá hann út úr glugga sinn og tilkynnti. Já, kona sem við þekkjum. Er það ekki? Já. Mér minnir að hafa svo, ég held þessi ekki að... Það er skeri að vera út að labba bara. Hún var ekki að labba, hún sá þetta út úr gluggan hjá sér og lét vita. Það var uppstoppaður hérna... sem var uppstoppaður ísbjörn á, var hann ekki sýslumarskrifstofunni eða hvað? Hann er það, sko. Eða hann var á hafíseturinn þegar var hafísetur hérna í Hillir ok, infodump, wow smá fun fact, á Svalbarða þá hafa seinustu 50 ár 134 manns þurft að aflífa ísbjörni í sjálfsvörn 134? Já, senstu 50 ár skilur við. Það er samt slatti frá 1970 Svona 3 ári, sko. Já, frá 1973 Nei, þetta eru 53 ár Þetta er frá 1973 Þá hafa 134 ísbirnir verið aflíðar í sjálfsvörn 2 eitthvað allavega sem er crazy, en fyrir utan ísbirnina þá er þetta kannski svona fullkomið, sko. Þetta er kannski ástæðan fyrir ég elska svona mikið að búa Blönduósi. Kannski. Þú veist, þetta er kalt. Sökka hvað er alltaf verið að drefa mikið í ísbjörnum samt. Já, en ég meina, þú veist. Það er ekki mikið þeim eftir, sko. Nei, það er alveg hárrétt hjá þér, sko. En þú veist, frekar gerum að það heldur að drepa. Dangerous líka. Já, en þú veist, þetta eru dýr. Jú, það er réttari. Já, ég er alveg rétt. Ég meina, þú veist. Ef ég væri dumbass björn að leita mér að mat, þú veist. Maður getur ekki blame them for it, skilur. Stundum er ég dumbass björn að leita mér að mat, þú veist. Oh my god, Ari Björn. Það er samt sko þannig að, þú veist, ef þú drepur hann ekki, þá svæfir hann. Já. Þegar hann er, þú veist, og í flutningum þegar þú ætlar að fara að sleppa hann aftur, já. Þá er hann kominn með þefinn af í rauninni, þú veist, fólki. Og hann gæti, og þetta er eitthvað þannig að þú veist, hann sækist aftur í þetta eitthvað. Ég var að heyra þetta eitthvað staðar. Það getur setja bara einhver húsdýr eitthvað staðar eitthvað. Jú, það er náttúrulega, en er það ekki bara verri feit eða eitthvað, þú veist. Ég myndi kjósa að vera aflífaður eða fara í einhver fucking garð eða eitthvað. Já, veist, ok. Ég reyndar, já, þú veist. Það er með hot take á dýragarða, sko. Ég þóli reyndar ekki dýragarða, en svona þetta. En strákar, kannski er þetta ástæðan fyrir ég elska svona mikið að búa Blönduósi. Þú veist, það er kalt hérna. Þetta er ágætlega svona einangraður staður, kannski ekki þannig, en þú veist. Og það koma ísbirnir stundum hérna líka. Það koma stundum ísbirnir. Það er ekki að láta síðan, sko. Svona svipa, kannski er þetta svona svipa væg. Það er komin tími á að það gerist aftur. Ég var að hugsa þetta bara í síðustu viku eitthvað. Það hlýtur að fara að koma ísbirn aftur. Líka því að ísjökinn kom þarna, var ekki fyrra. Já, ég var alveg pínur svona hræddur, þú veist, þegar ég var að labba og svona eitthvað, þú veist, svona
gæti verið bara að komi bara íspjöldin upp brekkuna, skilur Ég var að hugsa þetta því að þið búið svo nálægt þar sem ísbjörn myndi búum bara koma við sjóinn, sko. Ég var alveg svona smeykur þegar ég var að labba Upp á Draugagilið og svona, ég fór ekki, mér langaði ekki að fara langt frá húsinu Ég myndi Ég held allavega- að séu samt ofta að fylgjast með sko ströndinni hérna og eitthvað sko Já, ég veit þetta ekki alveg Ég þori samt ekkert að fara, þú veist, einu upp á Draugagil Hvað þá á kvöldi til? Þú veist út af hverju Nei, út á íspjötunum Nei, maður veit aldrei Maður veit aldrei, strákar En ég, sko, Blönduós, það er eitthvað svo svipa væp á Svalbarði Bara nema það að Blönduós er við þjóðið eitt, skilur Já. Og það er líka alveg óþarflega heitt hérna stundum, sko Já, Alveg óþarflega Vel til ég að en vera yfirleitt kalt, sant? Já, thank God Þú er bara með Mestan öðruvísi hluta skoðun ársins. Þú með öðruvísi skoðun hvað óþarflega heitir Það er bara Vist bara óþarflega vera heitt mjög fínt Bara yfir 12 gráður og ég er farin, sko Það er skrítið En Konstantin Blöð er samt besti staðurinn Farið inn á Dómus.is og leitið ykkur á fasting En já, það er bara virkilega fallegt á Svalbarða mínum að Jesús Ég er með 2 áhugaverða staðarindir Svalbarða Vil ég heyra þér að Ég held þú alltaf bara að segja það Er ekki bara frekar svalt bara þar Svalt að berja fólk Ok, hérna Svalbarði Ok, hérna Svalt að berja Ok, áhugaverða staðarind nummer 1 Svalbarða er það að hérna, þú mátt hvorki fæða né drepast á Svalbarða Cool Þú mátt ekki fæða Bannað bara Það er bara bannað að fæða barna og þú mátt heldur ekki drepast þarna Mátti ekki drepast þetta, hvað Nei, meinar bara hear me out Allar óléttar konur, þær verða að fara til Noregs í seinasta lagi á 37. viku og ef þær fara af stað, þá eru þær setta strax í flug þar sem að það er engin, þú veist, aðstæð til að fæða barn Er flugvöllurinn Það er flugvöllurinn á Svalbarða, sko flug hérna til Noregs Það flóið til Noregs Norge, þú veist, já, af því það er engin aðstæð til að fæða barnum þannig að þú veist, það er bara fætt í Noregi og svo hérna það er náttúrulega geta allir drepast, skilur Já, ég var einmitt ég fekk þetta ímynd í hausinn bara, þú veist, íspjörn að rífa einhvern í tættur og kemur nágrann hans bara Jón, þú veist það má ekki deyja hérna hjálpaðu mér Oh my god Jón Þú þekkir reglurnar Nei, en hérna ok, sko, það geta náttúrulega aldrei drepast þarna, skilur en það er bannað, þú veist, ef þú drefst þá er bannað að jarða þig þarna Þú mátt ekki, þú veist, verða jarðaður á Svalbarða Þannig að ef þú drefst þá ertu fluttur til Þegar Noregs það er kalt að líkið getur ekki horfið Líkir er nefnilega, lík rotna ekki á Svalbarða Já, Og það kom vel í ljós þegar það fannst lík á Svalbarða frá 1918 sem bar ennþá með sér spænsku veikina Nei, ok Lík af manni frá 1918 bara ennþá með þessi Bara spænsku ennþá með- af veikina því að hérna, líkin bara rotna ekki Þau bara preservast af því það er svo kalt þarna Fokkin ungeðsleg Þannig þú veist, þú mátt svo sem alveg drepast þarna en þú mátt alveg lóki ekki vera jarðaður þarna það er alveg að ferja þau, skilur en er betra Eða að vera fara brendur bara eða eitthvað Já, ég veit held að það sé ekki líkbrennslu opnan eða það er ekki hægt að jarða fólk þarna, skilurðu. Víkinga út fyrr Já, Setja hann það ég væri til í ef ég myndi deyja, þá væri ég til í bara svona bara alvöru víkinga útför Þá veit ég það. Ég skal sjá hann Já. Hvað heldur að hann degi undan þér, skilurðu? Ég veit það ekki Nei, þetta kannski er Nei, maður veit aldrei, skilurðu bara en hérna Það er eldri en ég Þannig ef þú En ef þú býr á Svalbarða og ert svona við það að drepast þá er best að þú farir frá Svalbarða Og önnur áhugaverða staðreyndir Svalbarða Elska Svalbarða Það er það að Það er það að hinn fræga Doomsday Vault eða Dómstags geimslu hvelfingin Já, það er svalt hún er á Svalbarða Með fræjónum og Já, þetta öllu er sem sagt- svona species Þetta er geimslu hvelfingin sko, sem að þetta er í rauninni fræbanki og Já. geymir fræ úr öllum heiminum til þess að tryggja það að eitthvað hræðilegt gerist eða kemur bara dómstæður, skilurðu Þetta þá er hægt að byrja upp á nýtt, Þetta er skilurðu sko ef eitthvað það, eins og einhver bara hjúslófsteinn myndi lenda og myndi blokka út sólina í einhver ár og alla Já. plöntur myndi drepast Já, þá ertu með þessi fræði til þess að planta öllum plöntunum já aftur það er hægt að byrja upp á nýtt basically Já. og hvelfingin, hún er sprengd 120 metra inn í fjall Já. hún er sko risastór andur svona fucking huge og hún helst í kringum mínus 18 gráður og getur varveitt fræin sko í einhver aldir af því Mjög það svalt, er sko. kalt hana Geggjað. finnst ykkur þetta ekki merkilegt? Hvernig er hún samt ganga, er kjarnorku svona, er eitthvað svona kjarnorku hreyfild dæmi eða eitthvað sem heldur henni gangandi svo að sé alltaf rafmagn eða þú veist hvað
Þú þarft aldrei rafmagn af því að þetta er bara svo kalt Þetta er alveg bara low-key kalt kuldin í jörðinni, hann heldur þessu kemur jólin Svolítið það sagði kuldin Já, þú veist, þetta er alltaf helst í kringum -18 gráður, sko Svalbarði, sko Ok, þetta er allt sem ég hefur Svalbarða Þá ætlum við að fara, ég ætla bara að segja ykkur léttilega frá næsta og það er þorpið Ok, bear with me Itokodormit í Grænlandi Má ég lesa það? Itokodormit Ok I-T-T-O-K-U-O-R-T-O-O-R-M-E-E-T Grænlenska sérstök sko. Þau segja þetta líka á svo speshátt ég geti aldrei gert þetta Þau eru með svo fokkin tungumál Reyndar sko Geggja tungumál Þetta þorp er einangraðasta þorp í Grænlandi og einangraðasti staður í heiminum Þetta þorp Er það norðarlega? Nei, það er austan megin á Grænlandi Eiginlega Mella? What? Mella? Ég ætla að segja mest öll byggðin í Grænlandi er hérna vestanmegin Það sem að Kúlusúk og Nuuk og það er Nei, ég man ekki hvar Kúlusúk er En Nuuk þarna Er það ekki svona bara suðvestur? Jú, svona suðvestur Þar er flest byggðin á Grænlandi En þetta er austanmegin Og þetta er einangraðasta þorpið í Grænlandi Og einangraðasta staður í heiminum eins og ég segja þaðan Þarna búa 325 manns Og það er skemmtilegt að segja frá því, strákar að næsti bær við þennan bæ er Sandvík í Grímsey okay. Þannig það er styttra það er styttra í Sandvík í Grímsey 466 kilometrar heldur en í næsta bæ í Grænlandi næsti bær í Grænlandi við þennan bæ er 831 kilometrar frá Wow. Vistu ekki crazy vegalengd eða? Er Grænland svona stórt? Grænland er huge sko. Það er stærsti svona national park í Grænlandi Það er beint fyrir ofan Ikokodormit Og hérna þessi bæri sem gekk kjút þetta er bara svona pínlítið samfélag 320 eitthvað manns og þau eru öll með gett litrík hús af því að það er oft svo vont veður þarna það náttúrulega sést húsin miklu betur af því þau eru litrík það er mjög kjút sko það er mjög oft svona blindbylur og vont veður þarna og það er ekki vegur sem að leiðir þangað þannig að fólk þarf að ferðast þangað með bátum eða þyrlum eins og segi, mér er fínt að búa bara á miðjarðarhafsbeltinu sko. Ég er svo til að búa á þessu stað Nei, erum við aðeins fyrir ofan miðjarðarhafsbeltið ég man ekki landafræði Og svo er ég með hérna 2 honorable mentions í viðbót sem að er ég ætla svona að segja frá því á sama tíma þetta er að seinasta sem við erum með í dag það er bærin Oymyakon í Síberíu í Rússlandi og Já, það er eitthvað stundið raskandi sko. og Cooper Pedy í Ástralíu og þessir bæir eru svolítið svona annarkvort Stairway to Heaven eða Highway to Hell af því að Oymyakon í Síberíu þetta er kaldasti inhabitated staður á jörðinni okay. Þannig að þetta er bara kaldasti staður sem að fólk býr á Ég hef heitt að Síbería sé kaldasti staður Já, þetta er svona, þetta er í Rússland en að, þú veist, og Cooper Pedy í Ástralíu það er hins vegar einn af heitustu stöðunum sem að fólk býr á heiminum Þannig að þetta er svona Er það í einhverju eyðimörku? Þetta er í Ástralíu, í eyðimörku í Ástralíu Já, þetta er svona fyrir þetta er í rauninni fyrir miðju aðeins niður á Ástralíu Þannig þú veist, við erum að tala um að bæirnir í Ástralíu þeir eru flestir við strandina Já, sko. mér minnir ég hef heyrt sko að það er ekki hægt að búa í 80% Ástralíu eða eitthvað Nei, já, það er rétt hjá þér af því að flesti bæirnir eru uppi strandina austamegin þú veist, Sydney og Melbourne og þessir skilur og svo er einhver bær líka Alltaf kaldara við hafið sko Já, kaldara við hafið en þessi Cooper Pedy þetta er semast fyrir miðju á Ástralíu sunnarlega fyrir miðju og þetta er bara, þú veist, þarna er hitin bara viðbjóðslegur þannig að þetta er svona Highway to Heaven eða Stairway to Hell Þú er ekki til að vera þar Ég myndi bara frekar vilja berjast við ísbjörn heldur en að búa í Cooper Pedy bara fucking hells En já, lof mér að byrja að segja ykkur frá Ógeðslega staðinandum íspinni þeir bara borða þig þú veist, þeir bara byrja að borða þig þeir drepa þig, þú veist, aðri byrjir drepa mann fyrst en íspinni byrja bara að borða þig Þeir eru svangir Sér, það er alveg samt alveg skeri sko. Það er ógeðslegt En já, hérna, þetta, já, ég ætla að segja ykkur frá hérna andstæðunum Það er að senast sem ég ætla að fara yfir í dag Oymyakon í Síberíu er sem sagt staður í Rússlandi þar sem er the coldest inhabited place on earth Þar fer kuldin reglulega undir -50 og hefur farið mest í -71 gráðu Vá! Já, Það er svo kalt það er ógeðslega kalt Þú veist, ok, ég vil kulda en ég vil ekki alveg þennan kulda sko Ég man kaldasta sem ég farið út í -23 ára þegar 26 -26? Já, og það Heimsveit, var bara það var heimsveit, já Það var excruciating Já, það er bara excruciating pain bara pain Hvað sagðirðu kuldi mikið?
Ég sagði að kuldinn þarna fer reglulega undir -50 gráður og hefur mest farið í -71. Holy fuck Sko, það svo kalt Og þetta mjög, og þetta, þú veist, af því að ég náttúrulega taka, þessi þáttur einangra, mjög remote staði, já. hann mjög langt í burtu frá, þú veist, öðrum stöðum. Þetta bara mjög einangraður staður. Já. Og fólk býr þarna í rauninni til þess að halda í einhverja gamlar svona traditions. Já, þetta ekki svona mikið frumbyggjar þarna? Þetta mikið svona Já, Í Síberíu? það svona frumbyggjar. Það ekki bara einhver rússar eða eitthvað? Þetta mjög mikið hvernig segir maður það? Þarna í Síberíu Indigenous. Já, indigenous people, frumbyggjar Í þessum kulda? Já, af því þau náttúrulega í gegnum hefðirnar hafa þau náttúrulega getað einhvern veginn lifað þetta af og kunna eitthvað sem við kunnum ekki. Eins og bara, þú veist, innúitar eða eitthvað? Já, þetta mikið innúits. Svona... Talandi það, fólki sem að býra þarna, þau fara í það bil 10-15 kíló af fötum áður en þau fara út úr húsi. Bara klæðnar, þetta 20 layers sem þau fara í, yfirleitt, og vega 10-15 kíló. Já. Og ég held að Vitti í Alaska, þannig að bærin undir einu þakki væri crazy, sko, en þetta bara eitthvað annað, sko. Þú veist, á köldustu dögunum þá væri fólk að passa sig að vera ekki lengur úti heldur en 15 mínútur, þó það sé í 15 kíló af fötum, af því ef það lengur en 15 mínútur þá fær það bara frostbit og taugaskaða. Það getur verið bara lamað í andlitinu og hætt að finna fyrir nefinu, bara fengið frostbit. Maður skattar lungun í, mér minnir að sé -24 eða eitthvað. Já, og þau þurfa sko að vera með svona hreindýraför í kringum eyrun svo að þau missi ekki bara heyrnina eða skilur. Þetta crazy. Og mestur peningurinn hjá fólkinu sem býr þarna, hann fer í að kaupa sér almennileg föt og stígvél til þess að bara, þú veist, líka með þeirra frjósiki skilur. Og þau þurfa að nota stígvél úr hreindýraskinni og hreindýrafeld, af því að þau gera ekki, þá bókstaflega missa þau tennar skilur. Þannig að allir þarna eru bara í hreindýraskinnis stígvélum. Mér finnst bara svo skrítið þegar það hægt að búa á öðrum nútíma stöðum að kjósa að búa áfram á. Ég meina, þú veist, já, en þetta bara í rauninni sem fólk bara alveg upp, þetta bara svona hefð, skilurðu. Bara... Þegar þú veist að getur haft það betra. Þau vita það, já, en þú veist, þau bara búa þetta er bara, þú veist, eitthvað legacy. Það er alveg ungt fólk á svona stöðum fer stundum í burtu. Sko, já. Ég trúið, já, það hlýtur að vera, sko. Þú veist, já. Og við erum að tala um það, sko. Það alveg þannig, sko. Þú veist, ég horfði á vídeo frá stelpu sem að býra ekki á TikTok, á YouTube, og hún var að sýna bara hvað fötin hann kostuðu og það, sko, í hvert eina skipt sem hún fer út þá frjósa hann augnhárinn. Það komið svona hvítt á augnhárinn hennar, þau frjósa. Mér finnst mjög gaman að horfa á ég mæli bara með því að horfa á vídeo sem ég horfði á. Það stóð hérna How do you shower and wash your clothes in Oymyakon. Og það var geggjað áhugavert. Þarna eru í kringum 500 íbúar og þeir eru mjög, mjög einangraðir. En næsti bær er í 435 kilometra í burtu og þar næstu og eftir því eru í 900 kilometra í burtu. Sem alltaf bara crazy. Og það eins og ég var að tala um þetta vídeo sem ég horfði á, það ógeðslega mikið vesen fyrir þau að fara í sturtu. Þannig þau fara bara svona meðaltali einu sinni á viku í sturtu. Okkur er það vesen? Af því það eru engar pípulagnir þarna vegna þess að pípur náttúrulega bara, ef það eru lagnir í jörðinni það frjósa bara. Þannig að til þess að fara í sturtu þau þurfa að ná í snjó og klaka. Já, þau þurfa að gera það. Þau eru með svona baðkofa, þú veist, og klósettkofa. Þau ná í snjó og ná í klaka og hita vatni með bara timbri og einhverju og svo fara þau bara þannig í sturtu og þau fara líka svolítið í gufu og svo til þess að fara að kúka og pissa er ekki klósett inni því það er enga pípur. Þannig þau eru öll með svona basically kamra úti. Þetta er bara svona timburhús og kúkurinn og pissi bara frosnar. Frís. Ég bara frís. Þú veist, í þessum kamrum, skilur þau gera bara þar, það er enga lagnir á þarna. Þetta er svo mikilvægt. Nei, þetta er svo merkilegt, strákar. Þannig já, klósettin eru ekki innandyra. Þetta er enda mjög áhugavert. Þannig að það er bara mörg tonn af frosnum kúk og pissi þannig einhvers staðar. Já, en þú veist, þetta er náttúrulega þetta kamera, þetta er losað, skilur, þetta er náttúrulega þrifið. Þetta er ekki svona ógeðsleg kamera eins og hérna, skilur. Já, en þú getur ekki sett þetta suður, þú veist, þetta er ennþá bara frosið hana. Það er rétt. Ég veit ekki hvað er gert við þetta, sko. En ég veit bara að þau fara... Þetta er ekki að leysast upp, þetta er ennþá frosið bara. Nei, nákvæmlega, þú veist, ég veit ekki hvað er gert við þetta, sko. En þau allavega bara gera allar þarfina sínar úti og ekki með hennar lagnir, það er ekki rennandi vatn, skilur. Skrítið, sko. Þetta er crazy, þú veist, þú getur ekki bara fengið sér vatn úr vaskinu. Mér finnst þetta svo fascinating, sko. Já. En já. Og svo ætla ég að tala aðeins lauslega Cooper Pedy sem akkurat andstæð með þetta. Þar hitinn yfirleitt í kringum 40-45 gráður.
svona bara standardhitinn yfirleitt, kringu 40-45 gráður fer oft ofar 40 gráður ég upplifði 40 gráður hérna í Ítalíu það ógeðslegt það þú veist, maður býr ekki þar sko. Nei, þetta líka svo Ég fór það alveg í 40 gráður á einn daginn þá fór það í 40 gráður já. Það fyrir mér bara tortjur vegna þess að það eins og sért ofan í heitapott og kemst ekki upp úr honum sko. Þú sért bara ofan í heitapott og getur ekki farið úr það var bara, þú veist, maður bara já En við þennan bæ, hann svo sérstakur þessi Cooper Pedy bær af því að út af hitanum þetta þá býr 60% bæjarins undir yfirborðinu þetta er Mole people Nei, þetta er dugout þessi bær þú veist underground Já, ok Það make a sense Já, þetta svona hellahús þetta dugouts, svona hellahús undir jörðinni Já, jörðin náttúrulega næra kæl eða þú veist, halda kulda frekar heldur en Já, þú veist, í húsunum það alltaf í kringu 23-24 gráður inn í húsunum Þetta bara svo fannir í kjallara þegar það ógeðslega hitt Já, nákvæmlega, en þetta samt ógeðslega skerið þegar það engin gluggar eða neitt og við erum að tala alla búðirnar í þessum bæ Nei, þegar gluggarnir, þeir hleypa hitanum inn En þú veist, þetta nefnilega alveg svolítið fjölmennu bær, sko Hann mjög remote í Ástralíu Hvað margir búðarna? 1500 manns Það 1500 manns yep. Það meira Blöndós, sko Það nefnilega meira Blöndós Þetta stærri bæri til Blöndós og 60% af bænum þú veist, underground og alla búðir og allt eru underground Mér langar að fara þangað Ekki mér Þetta bara, þú veist Tónlistin meira svo underground, sko Vá, Ari En allavega segast þið kannski að pæli af hverju fólk býr þarna eða ekki eða Ég hættur að pæli það því að fólk býr bara allstaðar apparently Já. Ég allavega að pæli mjög mikið af hverju fólk býr þarna og ástæðan fyrir því svo að árið 1915 þá kom í ljós að á þessum stað leyndust fallegustu svona ópalsteinar jarðarinnar, þið vitið svona eins og eru notaðir í skartgripi og svona Svo þetta þorp var búið til þess að fólk gæti farið og unnið við svona ópalnámur þarna og það bil 85% ópal framleiðsla jarðarinnar fer fram í Cooper Pedy Ekki á Íslandi Nei, ekki á Íslandi Vá, Ari, shit maður Hei, þetta er blár ópal Ég var aldrei smakkað, ég væri svo til að smakka því að þetta er dásama bláan ópal Það er ekki til lengur Nei, það er rétt Já, en til þess að það væri hægt að bara búa bara lifa í þessum hita allt árið, skilur þá var bærinn gerður að mestu leyti neðanjarðar til þess að hlífa fólki, þú veist, við öllum þessum hita, skilur Svo bara örugglega gett kósí að búa þarna Nei, ok, örugglega ekki Kannski, ég veit ekki Ástralar alltaf chill, sko Já Þeir alltaf, já, þú veist það sem að sér að þeim á netinu, þeir eru alltaf mjög chill, sko Það svo fyndið Ég hef hitt örugglega svona 4 Ástrala What? Og ég hef alltaf getað spottum að mile away Þetta Ástrali Á hverju? Nei, ég að fíflast Þeir eru allir með yfirvaraskegg Með einhvers konar sítt hár dæmi Og allir geðið svona chill Já, þeir eru allir mjög chill Við aðeigum nokkra frændsískin í Ástralíu Hæ? Vissu það ekki? Við erum nokkra ættingja í Ástralíu, sko What? Já, mamma sagði mér þetta fyrir nokkur árum Eina frændi Nei, þú veist, ok, við eigum sérst nokkra ættingja í Ástralíu og ég hef hitt þau einu sinni og komið til Íslands einu sinni Mjög fínt fólk Hef ég hitt þau? Þú varst pínlítill og mannstur ekki neitt okay. En þau eru mjög chill og mjög nice En mér finnst ekki cool við þennan stað Það er ekki hægt að nota bara eitthvað Hey, what, do you live under a rock or something? Þú spyrir undir steini eitthvað Þannig actually búa þau undir motherfucking steini En já, ég sko með nokkra staði viðbót sem ég langa að tala Ég er ekki að fara að tala meira sko Ég tók Sulu Sova, Hashima Island, Aogashima, La Rinconada, Socotra, Little Diomed, Útgeðavík Þetta er allt sem ég langa að taka En ég er búin að tala í allt og langa tíma Þannig að ég verð bara að hafa annan þátt þetta Já. Þannig að já, vonandi var bara gaman og fróðlegt að hlusta á My Weird Obsession Þetta var sérstak Þú veist, hver er ekki með passion fyrir remote stöðum, skilur La passion Hver er ekki með fucking passion fyrir bara einangruðustu stöðum Mér finnst þetta svo fascinating Ég dett ofan í bara rabbit hole, sko No joke, en ég er allan að búin í dag Af hverju ert þú ekki búin að biðja mig að bara flytja á Raufarhöfn eða eitthvað, skilur Mér langar ekki að Raufarhöfn Fyrst að þið langar að vera svona remote stöðum Sko, mér langar ekki að Raufarhöfn Því ég á enga ættinga það, skilur En ég verði alveg til að fara að Svalbarða Við erum ekki að hitta ekki á Svalbarða Nei, það er rétt Nei Hvað er þetta að segja? Það er góð spurning
Hvað veist þú það? Ég bara veit allt það. Ég bróðurinnar. Já. Þetta var skringilega fróðlegur á einhvern hátt. Þetta ekki áhugavert? Þetta var mjög áhugavert. Nú erum við með einhverja staði sem við þurfum að fara einhvern tímann á. Ég svo spennt. Ég er spenntur. Við þurfum að fara og skoða þetta, sko. Ég bara please, getur við please? Ég er ekki að fara að Svalbarða Síberíu. Nei, það var bara skrítin. Ég skal fara í Ástralíu. Ég ætla ekki í Síberíu staðin. Nei, ég er ekki alveg til Það er svona eini staðin sem ég langar ekki að fara og ég er svakalega kulda. Til ég fara til Ástralíu einhvern tíðan. Já. Mér langar samt á Tristan da Cunha og mér langar líka í Whittier í Alaska. Já, ég væri til ég að fara einmitt þessar 2 staðir líka. Já. Við erum sammálað þar. Við erum sammálað, svona virkum við saman. Já. Við erum svo góð í þessu. Við erum búin að tala lengi. Þetta er sérstaklega ég. Allt og langur þáttur. Sérstaklega ég. Það er bara ekki. Ég held við ættum bara að segja gott í dag, ekki hana? Ég held það líka. Já, ég er ekki með eitthvað meira, ég get alveg tala endalaust en heldur segjum þetta bara gott, sko. Cut that off. Cut me off, sko. Það er bara, takk hérlega fyrir að hlusta, þið sem hlusta á Apple og Spotify og YouTube og svona. Og alls staðar, annars staðar. Já. Takk Tómas Fasteignarsson Takk Tómas Fasteignasala fyrir að sponsa þáttinn í dag. Við bara sjáumst hress á ný í næstu viku. Já, bara vonandi góða viku og góðan dag og bara allt saman. Já, bara vonandi hafið það sem allra best. Ok. Ok, bye. Bye.